Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venlu súkkulaði eða peiparduftið. Peiparduftið svona uppáhaldið mitt. Þáttur líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma, næst þegar að horfa á góða mynd, kaupa Pop Smell og Doritos. Ég var að hlusta á leiðninga. Já. Ruttagat. Já, Rapparat. Já, Rapparat. Það er platan, það ekki? Já, það er platan, sko. Og Ruttagatur nafnið sem ég rappa undir núna þessa dagana. En Ruttagatur, það bara þú, þetta eitthvað grúpa? Eða? Þetta bara ég, sko. Og þú sem taktan og allt, eða? Já, ég og ég pródúsera crew sem að ég í sem heitir Money Badger, sem hann pródúsera þetta. Ok. Þannig að þú gerir svolítið svona allt í þessu? Já, ég ger eiginlega allt í þessu og er með aðstofamenn til að aðstofa mig við pródúseringuna og allt annað. Já, en svo taktan og svona, ert þú þá mikið að semja það sjálfur? Á þessari plötu er það þannig að sko eiginlega allir grunnarnir af bítunum eru gerðir af mér og síðan svo eru hinir þrír sem að svona hjálpa til líka og þú veist, það er svona já, kannski hjálpa að fínpúsa það og eitthvað svona og eru jafnvel með eitthvað bara hei, þetta mætti hvað með að gera, breyta þessu svona og allt annað, þannig að þetta er alveg crew sem er bara að vinna í þessu með mér og það er bara mínir, og eru einmitt bara mínir bestu vinir sem að leigja með mér stúdíóið og allt annað. Þannig að þetta er bara gaman? Já, þetta er fyrir mér er að gera tónlist eiginlega svona 100% recreation. Það er samt svo geggjað. Já, það er nefnilega, að því að ég væri ekkert að þessu að þetta væri ekki skemmtilegt. Nei, þú ert ekki, að því að sumir gera hluti, eins og kannski vera tónlistamenn, bara þess að græða pening. Nei, nákvæmlega. En ég var nú samt alveg til í að græða peninginu þetta líka, sko. Eins og til dæmis ég sel merch af plötunni, með til dæmis peysur og sliðis. Geggjur peysa. Já, takk fyrir það. Með coverartinu sem Marlon Pollock teknaði og það er alveg, ég fæ alveg fína, svona alveg ágætis pening fyrir það og síðan þessi plata var náttúrulega gefin út bara alveg í, sko, blússandi COVID-i, sko, þannig að það var ekkert eitthvað, maður var ekkert að gigga en eitt svoleiðis og... Ætlar að gera það eitthvað núna í? Já, sjálfsög. Ertu spenntur fyrir að núna þetta COVID svona virðist að vera klárast? Já, algjörlega. Sko, mér finnst ég vera bara betri rappari upp á sviði heldur en inn í búði. Já, finnst þú vera betri bara svona live performer? Já, sko, mér finnst það og meiri segja, sko, ég er meira confident upp á sviði með audience heldur en einn inn í klefa eitthvað að rappa þar. Það er áhugavert. Já, ég bara, ég er ofta að reyna að útskýrta fyrir öðrum en ég svona rappara, öðrum rappurum og slið, sko, þeir voru mig bara, hvað meinar þið? Það er fullt af fólki að horfa á því, sko. Já, það er bara, þetta er einhvern veginn bara leið, bara fullt af fólki að horfa á mann, og þau bara gefa manni eitthvað confidence boost og orku til að, ég veit ekki, Svo getur vel verið, ég meina, sumir vinna betur undir pressu. Já, kannski líka það, sko. Að einhver leita, þegar þú ert upp á sviði, þá hlýtur einhver smá meiri pressa. Já, nákvæmlega. Þá kannski bara ert þú í þínu besta formi. Nákvæmlega. Það er geggjað. Ég er nefnilega þekki nokkur tónlistamenn, búin að kynnast núna enn fleirum í gennum þetta podcast. Og þetta er alltaf bara ræðild eins og með COVID. Ég meina, þetta var bara, þú gast bara ekki að spila. Nákvæmlega. Þannig að það verður spennandi að sjá núna í ár og í haust og svona. Nú búið bólist svo marga og þetta lítur bara vel út. Nákvæmlega. Fólk fara á tónleika. Já, og ég veit, pappi er líka, hann er tónlistamæður líka, hann er bassalekarinn í KK-bandinu og fleiri bandum og þau, sko, og hann, það er ekkert búið að gerast eitthvað þeim en ég líka heldur, af því að þeir eru alveg, það er alveg skemmtilegt eins og með KK-bandi, sko, þeir endan dag í dag fara bara, túra jafnvel bara landið, taka bein leið plötuna sem kom út 92 og slæri gegn. Já, bara slæri gegn ennþá, veist það verið alveg, sko, veist það alveg magna að geta bara, þetta
teki bara eitthvað svona þessa einu plötuna sem við gerðum hérna í þína klassískustu plötu, teki hann út í gegn og fólk bara enda og bara, já. Bara 30 ára setna. Já, það mitt, þú veist. En það svona merkjum þá þáttu greinlega búin að búa til eitthvað klassík. Já, einmitt, það einmitt merkiðist, en einmitt, beinleið með KK og alveg svona, tímalaus klassík. Þetta bara svona rapparat, blata því. Nálega. Ef þú getur verið að túra með hana bara til 30 ár, nálega. Og það væri bara ennþá þvílíkur hittari. Já, ég meina eins og, ég árið seinna ennþá að selja merch í henni. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. En þetta ógeðslega, þetta í alveg, þetta mjög töff peysa og töff svona artur. Já, bara shout out á Marlon Pollock. Já, hvar getur fólk keypt svona, hver síðan? Hjá mér, bara, ég einmitt, ég bara á Instagraminu mínu, og bara Jóiðar, en svo ég náttúrulega með, það náttúrulega Instagramið það sem ég bara venjulegu gaur, sko, en síðan ég líka með Instagram það sem ég rapparinn, en það Ruddagatur. Já, þannig að þú ert með 2 Instagram. Já. Ruddagatur og Jóiðar. Já. Ég nefnilega að fylgja þínu persónulega. Já. Ég þarf að bæta við Ruddagati. Algjörlega. Það þýðir ekkert annað. Algjörlega. Þetta góð lög, ég hlusta á þetta leiðinni og svo fyndi að ég rosa lítið fyrir rap, en ég alltaf að vera meira aðdáðandi eftir því ég fæ fleiri rappara til mín. Nákvæmlega. Þetta er mjög vanda og flott stöf. Algjörlega, takk fyrir það. En kvikmyndir? Já. Fyrir maður sem það. Þú ert kvikmynd áhugamaður. Ég er mjög mikil kvikmynd áhugamaður, sko. Hvaðan kemur sá áhuga? Það er náttúrulega, þegar ég var krakki og voru foreldrar mínu rosalega mikið að vinna og þau voru mikið í vinnunni og ég var með sjónvarpið heima þau áttu fullt af einhverjum bíómyndum og líka á tímabili vann mamma í vídeolegu, sko, og ég fekk að komast í alla myndirna þar og svo líka á tímabili byggum við á Eskifirði, sko, og það er alveg rosalega stór vídeolega. Það er vídeolega með alveg bara ógeðslega mikið af vídeospólum og í þá daga? Já, ég held að þetta sé mögulega stærsta VHS-afn á Íslandi eða eitthvað. Ekki ennþá í dag? Eða ekki ennþá með eitthvað, ég trú því ekki? Ég veit ekki, þegar VHS var þeng sem að leiðist, þá var þetta stærsta VHS-afn á Íslandi. Nei? Já, ég minni það, sko. Þetta var bara eitthvað risalega? Þetta var bara eitthvað svaka úrval, sko, og hann leiði mann að leigja allar spólur bara sem að vildi, sko, alveg bara... Með þess að bannaða myndir? Já, ég brendi nú alveg á því, sko, með eina mynd, sko, þú veist, ég sá hann bara, sá framan á, það var ekkert sem benti til þess að þetta væri eitthvað svaka hryllingum, maður las hann aftan á, það var ekkert sem benti til þess að þetta væri eitthvað svaka horror, sko, þú veist, maður bara, bara þú veist, þetta er bara eitthvað sci-fi myndi eitthvað, þú veist, þannig að Event Horizon, ég var 10 ára eitthvað, hún er vel ógeðslega, sko. Já, þetta er alveg ógeðslegasta mynd í heiminum, sko, eða svona með þeim, og þú veist, bara, þú veist, þú veist, það var ekkert sem benti til þess, þú veist, það var ekkert engin mynd það var ekkert eitthvað svona sýnisotn aftan á í gorið, það stóð ekkert bara eitthvað, bara menn haldur augunum sínum og eitthvað svona, þú veist. Fara til helvítis. Já, það var bara eitthvað, þú veist, og þessi mynd bara traumatæsaði litla saklausa mig bara alveg illa, sko. Hvað árgerð ertu? Ég er 89. Já, þú ert 89? Já. Og hún kemur út 97, minni mig. Þannig að þú hefur verið full ungur fyrir hana. Ég hef verið mjög ungur fyrir þessa mynd, sko. Manstu svona ennþá eftir upplifunni þú sást hana? Já, ég gæti ekki sofið í alveg bara mjög langan tíma og, þú veist. Ég var 14 og því sá hana. Já. Og hún fokkaði mér alveg vel upp, sko. Þannig að ef ég hef verið 10 ára, ég veit þessi hvernig ég hefði orðið, sko. Bara, guð minn almáttugur. En eins og svo mynd, hefurðu séð hana aftur? Herri, ég sá hana aftur ég sá hana aftur eitt á fullorðsárunum, sko, og hún var alveg ennþá svolítið ógeðsleg, sko, en Finnst hún góð? Þú veist, hefur gaman að henni? Já, þú veist, ég hef alveg gaman að henni, sko, ég óskaði nú þess að hafa séð hana kannski aðeins seinna á lífsleiðinni. Já, ekki þú varst 10 ára. Já, þú veist, já, nákvæmlega, þetta var svolítið, já, þetta var bara, ég bara trúði allar mín eigin augum bara, þetta í alveg að gerast í bíómyndri sem ég er að horfa á, bara. En manstu þegar þú varst þá yngri? Þú varst bara 10 ára að sjá Event Horizon. Kláraðar hana, eða náður alveg komst í gegn, lokaður augunum. Manstu það? Ég bara man það ekki, sko.
Þetta er bara svona í móðu, þetta er bara svona í hryllingsmóðu. Þetta er bara, ég líti á þetta sem eitthvað svona einn af þessum hlutum sem bara skeðu fyrir mig. Þetta er bara ákveðið áfall í þínu lífi. Bara þessi mynd, bara hvað skeiði fyrir þig þegar þú varst lítill? Event Horizon skeiði fyrir mig þegar ég var lítill. Ég er náttúrulega elskið sem mynd. Já, þetta er alveg bara, þetta er alveg góð mynd, sko, ég segi, ég horfði á hann í fullærðisárunum og, en ég var svolítið alveg svona, bara... Þetta er svo góð saga, svona. Já, þetta er mjög góð saga, sko. Að ég var svo spenntur, þú byrjaði að segja frá þessu, ég var alveg, hvað mynd ætla að tala um? Og ég var bara, ég vona að muna alltaf hvað myndið þetta er. Event Horizon. Þetta er eina mínum uppáhaldsrillingsmyndum. Já, þetta er nefnilega alveg, sko, þetta er rosalega rillingsmynd, sko. Já, og veist bara svona core hugmyndir svo spennandi. Já, nefnilega. En eins og eitthvað annað, þú veist hvað, því við ætlum að fara aðeins yfir, ég baði að fylla svona þína topp 10 myndir. Áðunum förum við þær. Bara svona á heildina liti, svona 200 bíómyndum. Ertu mest fyrir grín, hrylling, spennu? Ég er mest fyrir svona eitthvað grín og eitthvað svona sem að skemmtir manni alveg. Ok. Já, en svo er ég líka alveg, ég er alveg fyrir hryllingin, sko. Og ég er alveg fyrir ofbeldi, ég hef gaman af bíómyndir sem hafa alveg, svona, sem meira sem myndir sem svona sjokkar mann, svona, wow. Og bara svona yfirgengilegt ofbeldi. Já, bara svona eitthvað sem fer, ég hef líka gaman af öllu sem fer svona út fyrir alveg bara eitthvað sem er bara allt krænkað upp í 11 og bara, og maður bara... Já, fer út fyrir boxið, þórar að taka sjensa. Já, svona yktar myndir og allt svoleiðis, sko. Ég er mjög gaman af því. Mér finnst bara tími venjulegra sem ég seti sem ég er að horfa á, tími minni áhuga hef ég á því. Já, ég skil þig. Þú vilt meira extreme, alveg svona í hvaða geira það fellur, hvort sem er grín eða hasar, heldur en eitthvað svona basic. Já, en samt er ekki þetta, eins og en samt síðan eru líka svona margar svona basic-ish myndir sem ég hef mjög gaman af og allt annað, Þú er spenntur að heyra listan, en þá til að spyrja hennu, ánum förum í hann. Við tökum eina mynd í hennu. Náður eitthvað að rankar eða eitthvað? Nei, ég náðu, það er erfitt. Það er alveg, það er mjög erfitt, sko. Ok, en byrjum það bara á einni mynd og þetta er ekkert í sérstaklega röð. Já, ég ætla að byrja neðst á listanum því að svona alltaf, það sem voru svona from the top of my mind, það svona alltaf efst á listanum, sko. Ok, þannig að þær þá kannski aðeins meira svona eitthvað. Já. Ok, byrja þá neðst. Hvað með fyrstu myndina? Já, og fyrst er kannski ekki beintalega í þessu extrími og allt annað, sko, en það er Unbreakable. Já! Hún er alveg, sko, hún er í miklu uppáldi hjá mér, það er nefnilega ég held að hún sé, hún er alveg svona, á þessum lista sem ég er með, þá er hún svona alveg með þeim svona mest grounded in reality, þannig sé, sko. Akkur svona hrifin að henni? Ég dýrka hana, sko. Það er bara, það er eitthvað vibe í henni, og einmitt, ég tengi eitthvað svo við báða gaurinn, bara bæði Bruce Willis og Sam Jackson í þessari mynd, sko. Man tengir svona smá við á báða, og einhvern veginn, já, bara væpið og hvernig, og twistið í endan og alltaf bara, og já. En nú eru sumir sem segja, eins og hana, ég er ekkert sammálaði, en sumir finnst að vera svo hæg, gerist lítið. Já, hún er alveg hæg, sko, en hún er samt áhugaverð. Já, en hún er alveg, hún er áhugaverð, maður heldur athygli allan tíman. Já. Ég einmitt sá hann einmitt þegar hún var bara mjög ný, sko, einmitt, á svipuðum tíma og ég horfði á Event Horizon þá er skárra hóra Unbreakable. Já, og mér fannst hún allt í lagi þá, sko, þá var ég eitthvað, síðan því mér eldri sem ég verði eitthvað, því mér meira svona kann ég að meta þessa mynd. Já, þú svona fattar hann kannski aðeins svona betur. Já, fattar svona aðeins betur og allt annir, en síðan aftur á móti, síðan sko, þessi tvö framhöld sem komið á þeirri mynd, Split og Glass. Fannst það báða liðar? Alveg piece of fucking shit. Líka Split? Já, Split er allt í lagi, sko. Fannst það Glass hræðileg? Glass alveg bara sökkar hórið úr hrossi, sko. Þetta var alveg bara... Ég ætla að búa til kvót á Instagram með þessu. Sökkar hórið úr hrossi. Þetta er góð lýsing á Glass. Ég hugsa þetta sé besta lýsing sem ég hef heyrt. Já, þetta var bara... Ég þól ekki Glass. Þetta var alveg, sko, og mér, sko... En hvað klikkaði? Af hverju hún svona liðleg? Ég veit ekki, þetta bara... Kannski það, yfirleitt er að gert framhald að einhverju mynd 16-17 ára seinna. Þá, það er alveg bara...
Já, maður veit að þá, þú veist, you're gonna have a bad time. Það tricky. Já, þú veist, og hérna, þú veist, Split er alveg þannig sé alveg góð, sko, en sem entry í seríu sem byrjar á Unbreakable, þá er þetta alveg algjört drasl. Það skilur hvað ég meina, þú veist, sem eitthvað svona, sem einmitt sko, 15-16 ári setna entry inn í einhverja, þú veist, þetta í trílógíu, þú veist, þá er þetta alveg, þá er þetta eiginlega ekkert góð myndi, þú veist, hugsaði í því stóra samhengi. En þegar þú sást Split, já, vissur þú þá, því það var ákveður svona... Jú, ég var nefnilega búinn að heyra að því, sko. Já, ok, þú vissir það þá. Þetta var ekkert, þú veist, já, ég vissi það nefnilega. Þannig að ég hef kannski ekki beitt hort á þetta með, þú veist, hefði ég ekki vitað, sko, hafði ég örugglega fundist þetta að vera bara mjög góð mynd, sko. Já, ég skil þig. Já. Mér fannst það alveg James McAvoy, mér fannst hann góður í Split. Já, hann er alveg góður leikari, sko. Hann er flottur leikari. Já, bara... Þú veist, það er bara ekkert hægt að setja út á hann, þú veist, og... En þið veist bara Unbreakable miklu betri? Já, bara, þú veist, já, það er bara erfitt að bera þetta saman og, já, þetta er alveg valla í sama genre bara, ég veit ekki, já, þetta er, já. Ég var svo spenntur í Glass. Ég var nefnilega alveg ógeðslega spenntur fyrir henni, ég er bara svona eitthvað, þú veist, ég var svona eitthvað, ok, þú veist, það, þú veist, þú veist, núna gæti kannski svona, þetta gæti, þú veist, gert svona Split að kannski betri mynd eða eitthvað, þú veist, eða ég veit ekki, þú veist, og þetta gæti kannski þú veist, bara þetta gæti, þú veist, ég var með alveg high hopes fyrir þessa mynd. Já. Og og svo sást hana? Já, síðan sá ég hana og ég bara, hvað kjaftaði er þetta eiginlega? Mér leiddist í bíó, sko. Já. Mér fannst bara leiðinleg. En hvernig fílar þú Bruce Willis? Hann leik náttúrulega aðlutur ekki í... Bruce Willis er alveg mega töffari, sko. Ok. Hver er besta myndin hans? Það er besta myndin. Sko, þú veist, mann langar að vera alveg bara gæða típiskur og segja bara að Die Hard. Þú veist, en hún er eiginlega, þú veist, þannig sé besta myndin hans, þú veist. John McClane er alveg mega töffari og allt það, sko. En þú myndir ekki segja Die Hard? Sko, það gæti alveg verið að sé einhver, þú veist, að leynist, þú veist, að Die Hard er bara það sem kom from the top of my mind, sko. En það gæti verið nefnilega að sé einhver önnur, Bruce Willis klassík einhver sem að... En svo Pulp Fiction, myndur þú kalla það Bruce Willis mynd? Já, þú veist, hann alltaf þú veist, Pulp Fiction er ekki, þú veist... Bruce Willis mynd. Hún er ekki Bruce Willis mynd frekar hún að sé eitthvað Travolta mynd eða eitthvað svona. Já, ég skil þig. Þetta er svona stór hópur af leikurum og karakterum. Stór hópur af leikurum og enginn er í einhverju svona sérstöku aðalhlutverki. Nei, í rauninni ekki. Þetta er svona það sem kallast svona ensemble piece. Þetta er svona margir leikarar og nokkru svona aðalkarakterar. En að því hann leikur í henni, sant? Já. Og ef hún telst með þessu Bruce Willis mynd. Þá væri hún alveg sjálfsögðu svo besta, sko. Já. Í sammálar. Já. Og vissur að, ég var ég er kennari í skólanum, ég er á nýsköpun og listabraut í FH og einn kennarinn var að segja þeim bara, veist, með minni að í listaháskólanum eða í kvikmynda, eða ég man ekki alveg, í einhverjum háskóla hérna á Íslandi, það er bara heill áfangi eingöngu ætlaður Pulp Fiction. Hæ? Já, það er bara heill áfangi að ræða þessa mynd? Já, sem snýst bara the Pulp Fiction class. Ok, það er enda hljómarið svo geggjaður. Já, áfangi. Það er hljómarið svo eitthvað mjög góður áfangi og það er bara í heila bara, þú veist. Að tala og læra Pulp Fiction. Já, bara eitthvað að læra Pulp Fiction. En þá verður ég að spyrja þig, þú svarar bara já að henni. Já. Er Pulp Fiction eitthvað á listanum? Nei. Ok. Ég hugsa að hún er á listanum, hún talar svo vel hana. Já, hún er samt alveg mjög góð, sko, hún fór með sér í honorable mention, sko. Ok. Hvað er með næstu mynd? Þú komið á Unbreakable, hver er næsta mynd? Næsta mynd er Tímalaus snilld, sem er eitthvað sem er bara mest raunverulegasta framtíðarmynd sem ég hef séð. Idiocracy. Já, ég sá hann ekki. Í alvöru, oh my god, sko. En ég verði að fara að sjá hana. Þetta er náttúrulega Mike Judge, bara, meistarinn á bak við Beavis and Butthead og Office Space. Já, ég dýrka Office Space. Já, hún er meistarverk, sko. Og ég glemdi að láta hana lista. Ok, Idiocracy. Hvað fjallar hann aftur svona í styrstu máli? Gerist í framtíðinni? Já, sko, hún fjallar það er svona einhver hermaður sem er bara
alveg, þú veist, hann heitir mér svo Joe og er valinn af því að hann var svo rosalega average í öllu sem hann gerir, sko, hann er bara, þú veist, er alveg bara og hann var svona valinn í svona hernaða tilraun ykkur. Það sem hann á að frista hann og síðan fer eitthvað, þú veist, og hann og einn kona sem að, ég var bara eitthvað svona, eitthvað vændiskona sem ég finna á göttunni, til að taka þátt í tilrauninni. Og síðan allt í einu gerist það bara, verkefni í sjötta niður af því að sá sem ég var að standa í því og sá sem var á bakvið þetta allt var eitthvað, var eitthvað að gera eitthvað sem hann átti ekki verið að gera og þetta var svo top secret mission og eitthvað, top secret operation að það var bara, það vissi enginn af þessu, þannig að þetta var bara allt lagt niður og þau gleymdust frosin og ég sé að 500 ári setna 500 ári setna þá er sko heimurinn búin að breytast þannig að gáfað fólk það fjölgar sér síður heldur en heimst fólk þannig að ég væri að fara að sjá þetta þannig að heimurinn er búin að þróast þannig að allir eru orðin alveg naut heimskir og allir eru orðin bara alveg ógeðslega heimskir og hann bara do you get any water? Water? Like in the toilet? Já, það heimst. Fólk alveg, það heimst og það er bara allt alveg bara í klessu þarna. Þannig að hann er mjög gáður. Já, hann er með sína average and intellect og allt svo leiðis, er bara alveg the smartest human ever existed. En hvernig funkar það samfélagið ef allir eru svo heimskir? Það funkar ekki. Ég verð að fara, og hvað finnst þetta raunverulegasta sci-fi mynd? Já, ég er að segja það, heimurinn er að verða svona. Heimskur og heimskari? Já, bara heimskur, heimskari og heimskastur. Þannig að þú heldur að eftir 500 ár, jafnvel bara styttra en það, já. Þá verður bara average Joe gæi verður klárar en allir bara. Já, average Joe á okkar tímum. Eru þið klárar en... Já, ég er alveg bara klárar en allir en ég óttast það, sko. Er það? Já. Af hverju samt finnst þess að fólk séu heimskara? Ég bara veit það ekki. Ég meina, ertu múin að sjá, Donald Trump á Fawcett daginn og eitthvað svolítið, sko. En ég meina, það var svona 70 miljón sem kuðsam. Mér viltu að meina bara að séu allir nautheimskir. Já, það er alltaf að hafa eitthvað mjög heimska tendensi, sko. En svo líka, að tala svona, já, heimsku, maður las alveg eins og þegar COVID kom. Já. Þá las maður mynd að það var eitthvað fólk sem var að prófa alls konar dót. Veist, maður var alltaf ekki að hlæða þessu, þannig, þetta bara svo virkað svo heimskulegt. Var að prófa alls konar efni, taka inn sem átti í rauninni að komið vekk fyrir að fengi COVID, það myndi að lækna COVID eða... Já, hérna. Það enda ekki vel. Hafðu þau ekki heyrt af þessu? Jú, býttu, ég heyrði hvað þessu. Tók inn held ég eitthvað eitur sem við notum þess að hreinsa fiskabúr og eitthvað svona... Allavega, það fólk ætti kannski vel heima í Idiocracy. Já, þú veist. Já, þetta hljómar er svo mynd sem að ég geti leiða, því mér finnst alveg... Office Space mjög skemmtileg. Já, það er líka góði leikarar í þessu, það er Luke Wilson og og hún hvað heitir hún, Maya Rupert hún leikur í fullt að ykkur fyndum sem þau séð svo þetta er hin gælan í Bridesmaids sem er að fara að gifta sig og hún leikur í alveg bara, hún leikur í alveg öllu svona fyndum sem þau séð já heitir hún ekki Maya Randolph? Með minnur hún heitir Maya Rupert sko. Ég kannski fara með ykkur hlaupur og svo leikur líka Terry Crews í þessari mynd. Ég fíla Terry Crews. Hann er meistari, sko. Hann leikur fossetan í framtíðinni. En er hann þá heimsku líka? Já, hann leikur alveg bara... Já. Ég er að skoða þetta. Já. Maya Rudolph heitir hún. Já, Maya Rudolph. Já. Já, og Doug Shepard og eitthvað svona. Já, Doug Shepard, maður. Hann fyrir að kostum í þessari mynd líka. Ég veit ekki okkur ég sá aldrei sem mynd. Ég vissi af henni, en ég bara hef ekki séð hana. Idiocracy. Meindur segja þetta var einu af þínum uppáhalds grínmyndum? Já, þetta er einu af mínum uppáhalds grínmyndum. Sko. Er, önnur spurning, ég svo spenntur þessu lista líka, er einhver önnur grínmynd sem fyrir ofan hana á þessu lista? Má ég sjá. Herðu, já, það er einu önnur grínmynd en fyrir ofan hana. Ok, ekki segna strax. Ok, Idiocracy, Unbreakable, byrja vel. Já, herðu. Óleika myndir. Nefnilega, herðu, svo er Sin City. Já. Hún er alveg bara, hún er alveg geðveik, sko. Það er alveg bara...
Hvað fílar hana? Bara einhvern veginn allt eiginlega við hana, það er bara the grittiness og alveg bara og einmitt í ofbeldið og einmitt hvað allt er ógeðslega íkt og hvað ofbeldið er líka presentera fyrir manni sem bara eitthvað svona þetta er bara svo eitthvað teiknimynd sko. Já, og líka því ofbeldið í henni ég hló oft já að þetta er svo yfirgengilegt ég veit það, var bara að horfa á þetta bara og sérstaklega mikið Rourke í þessari mynd lögulega, hann er rosalegur já, ég veit það er líka það er spáði, ótrúlegt það er fólk sem ég vill að hlutir sem að gerist í myndunum er að sé eitthvað sem gæti raunverulega gerst í alvörunni vá hvað ég er ósammála öllum þeim sem að hafa þá ég fengið svo fólktíminn í þáttinn sem segir bara, og ég nenni ekki neinu eða er óraunverulegt, ef það gæti ekki gerst í alvörunni, þá vil ég ekki já, bara ef eitthvað þarf að geta gerst í alvörunni þá bara, ámar það bara að horfa heimildamundir já, nákvæmlega, ámar bara eitthvað fara út með vídeokameru og horfa á það sem að taka upp raunveruleikann ég er nefnilega, mér finnst gaman þegar listamenn nota ímyndunaraflið já, nefnilega gera eitthvað rugl nefnilega, sko Sin City, hver er svalasti karakterinn í þeirri mynd? Vá, þetta er alveg Erfið spurning herðu, vá Bruce Willis er mjög svalur í henni hann er mjög svalur en vissið þú að Clint Eastwood var svona pælingi fyrst? Aha. Það hefur verið geggja það hefur verið alveg skuggalegt sko. af því að þessi karakter, Hartigan, hann á að vera svolítið gamall já. Og hann á að vera tölvöld eldri en Bruce Willis var á þessum tíma já. Og ímyndað er Eastwood maður það hefur verið eitthvað alveg það hefur verið geðveikt what, akkur sagði hann ekki já alltaf hann eldri og svona og hann þarf ekkert á þess að halda og hefur kannski tatt á ég veit ekki hversu langt þið fórum með þetta svo er náttúrulega líka Marv sko. í Mickey Rourke sko. hann er alveg svakalegur í þessari mynd sko. alveg bara þetta er alveg bara svona allar aðra myndir sem að sér með Mickey Rourke öll önnur Mickey Rourke hlutverk hann er bara eitthvað ræfill við hliðin á Mickey Rourke í Sin City ég gerði þáttum með Kíló og Höttafélaginum, það er svona tala um svona grjótharðar persónur og kveikmyndum og Marv, Mickey Rourke Sin City var nummer 1 í mér já, auðvitað hver er harður var það? nákvæmlega, bara hann er bara motherfuckerinn sko. hann er rosalega, en sástu framaldi? Sin City 2? já, ég sá það og einmitt, ég líka framhald sem að gert alveg bara hvað 10-11 árum setna og hvað steik er þetta? Akkur hún svona leðileg? Ég veit ekki, þetta bara mér leittist á þeirri mynd já, það bara hvernig vantaði allt einhvern veginn í hana það bara allt sem gerði þarna í Sin City 1 góða var eiginlega bara var ekki í framhaldinu ég held líka einhvern veginn eins og með myndir svo Sin City sem er rosalega svona töff þetta er svona töff mynd, allt töff í henni já. Samtölin, lúkki á myndinni kartinni, allt svona töff en mér fannst líka einhvern veginn sem þeir gerðið með 2 eins og allir var svo meðvitar það við verðum bara einar töff nálega, en það er samt 1 með nummer 2 ríkastið hjá í Michael Clarke Duncan sko, því að hann var náttúrulega dáinn sko. hann var dáinn, já þess ríkastið, þannig að gauri sem kom í staðin fyrir hann meðast hann alveg bara ná einhvern veginn sama væp, meðast hann alveg hann er líka alveg góður sko. Dennis Haysbert heitir hann mér minnir þetta sé hann sem lék, er þetta ekki gæðin sem lék Fawcettan í 24 varst þetta svartu þátt sjá 24, vá, með Kiefer Sutherland já, ég man þegar ég horfði aldrei á þess að þetta sko. en síðan líka sko 24, þetta er svo það er eitt alveg unrealistic við þetta sko, þetta er bara 24 tímar í og mál er að þetta er alveg bara 24 tímar í tilverin hjá þessum gæja það er ein sería það er ein sería og ekki einu sinni fer hann á klósetti það skil ekki að minna nei, ég man ekki til að síðan líga það er bara hvað er maðurinn á morfínu allan tíman hann var alltaf á full allan tíman ok, þannig að þú sást það ekki mér minnir þetta sé sáleikari það er flottur leikari ég er sammálaður, hann var góður sem Manút já, nefnilega sko já,
Já, það er svona sorgleitt með Michael Clarke Duncan, flottur leikari. Nefnilega, sko, hann var nefnilega mjög flottur, sko. Já, en svo leik Josh Brolin, hann leik Clive Owen hlutverki. Já. Hvað er þetta betri? Herðu, sko, ég veit ekki, mér fannst þér að Clive Owen svona, einhvern veginn, ég veit, en kannski það bara út af því að það í upprænlegu fyrstu myndinni og eitthvað svoleiðis, en þú veist, en mér finnst það Josh Brolin alveg, þú veist, mér finnst Josh Brolin mjög góður leikari, sko. Sammála. Já. Ég elska hann. Já. En mér fannst Clive Owen betri. Já. Ég var hreinskilin. Talandi Clive Owen, hann með aðalhlutverki í næstu mynd. Ok, hvað með næstu mynd? Það Shoot 'em Up. Já, þér finnst hún góð. Mér finnst, sko, ég að segja það, ég elska þessa mynd, þú veist. Ok, sko, ég laki að læra þetta. Þetta bara, sko, ég horfði á, ég sá hana bara eitthvað fyrir slistni, bara eitthvað, þú var á rúfi eða eitthvað líka, og ég bara eitthvað, hvað þetta, eitthvað, sér bara, fyrstu mínútur, bara maður drepin með gulrót. Og fatt það myndi. Ég bara, vá, hvað þetta eitthvað sem ég þarf að horfa aðeins meira á, og bara einhvern veginn, útkoman bara örugglega einn besta spennumynd sem ég hef séð á ævinni, sko. Hún var aðeins svo mikið fyrir mig. Já, ég segi það alveg bara, einmitt, þarna var allt krankað upp í 12, sko. Já. Það reyndar þegar eins og þú varst að lýsa hvernig myndir þú fíla. Já. Það kemur kannski ekki á óvart. Þú fílaði örugglega líka krank með Jason Statham. Ok, það myndur þig. Ok, en Shoot 'em Up, þetta alltaf mikið svona byssumynd. Já, og alveg bara geðveikir one-liners líka. En hvor finnst þér skemmtleri? Til dæmis, eins og Shoot 'em Up, þetta svona mikil hasaríni, mikið byssuadröðum, en samt svona meira svona grín kannski, eða myndir svo John Wick. Já, hvor finnst þér skemmtleri? John Wick aðeins meira svona, hún aðeins alvarlegri, sko. Hún það. Þú veist, John Wick mikið alvarlegri aldrei en, þú veist, gaurin í Shoot 'em Up, sko. En þú þyrstir að velja, hvort er meira gaman? Herðu, ég hafði meira gaman af Shoot 'em Up, sko, að því hún alveg bara, sko, þú veist, að því að, já, þetta alveg, þú veist, hún eiginlega bara, þú veist, hún gamanmynd allan daginn frekar en spennumynd, sko. Já, alveg. Þetta bara, og þú veist, og einhvern veginn bara, þú veist, atriðin eitthvað eins og bara þegar hann þarna, þú veist, og líka með, sko, by the way, þessi mynd tekur öll svona spennumyndatrópin og treðið í eitt, bara eins og við með alveg bara útlensk kona af erlendi bergi brotin sem að sem hann að bjarga og eitthvað svoleiðis og eitthvað svona svaka conspiracy og allt bara, þetta bara gjörslag tekur þetta bara allt, bara því og alla, þú veist, ógeðslega fyndið atrið, hann að ríða konunni eitthvað og síðan koma vondugallandir og hann tekur og skýtur þá alla og meðan hann að ríða kellinni og síðan bara drepar hann 50 manns eitthvað með hann eitthvað og meðan hann bara alveg á full í miðju klíðum, sko, og síðan þegar hann búinn bara talking about shooting a load. Þarna til dæmis, þarna var ég búinn að tjekka út, sko. Þetta er einu og mikið. Já, þú hefði gana að Shoot 'em Up. Ég held að þessi fyrsta skipti sem einhver tala þá mynd í þessu podcasti sem dýrka hana svona mikið. Ég alveg bara, ég sýni mjög oft fólki þessa mynd, sko. Og oftast fólk bara, hvað kjaftaði ég að horfa á? En þér finnst það kannski bara gaman? Já, ég mjög gaman af því, sko. En þetta mynd sem þú hort oft á? Já, ég hef hort mjög oft á hana. Horfur þú oft á sömu myndina? Já, það sjálfsögðu. Gerur það oftar kannski heldur nú að leita að eitthvað svona nýju, skilur? Það, þú veist, ég alltaf að leita að eitthvað nýju, sko, en mjög oft eru myndir sem ég horfi ofta á og hef mjög gaman að sýna fólki og allt annir. Þannig að þegar þú sýnir fólki Shoot 'em Up, hefur þú oftast fengið þá eitthvað svona, hvað rugl er þetta? Er það tölvöld oftar heldur en? Já, langt oftast, sko, og fólk bara já, veist, það til dæmis ein, sko, það er líka, það er ein, sko, líka sem að, veist, ætti eiginlega heima á þessu lista, en hún sko, veist, það er stuttmynd, Kung Fury. Þetta er sænsk mynd, sko, þar líka alltaf bara, sko, alveg mega íkt og bara snar klikka, sko. Var ekki eitthvað svona 80s vibe í? Jú, mjög 80s vibe. Svona synthatónlist eitthvað. Já. Og sko, það var líka, saga með hann skemmtilegist. Þegar gerði eitthvað svona fundraiser eitthvað á, þú veist, einhvernum svona,
einhverju fundraiser Kickstarter eða eitthvað til að fjármagna myndina og við fengum bara gáttist 5-falt magn en voru að reikna með og hann hefði gátt alveg bara, þú veist, splæst alveg bara í eitthvað svaka production á þessu og eitthvað alveg Ég man eftir samlega en gerður ekki alveg mynd í fullri lengt? Það núna að koma út mynd í fullri lengt, þú veist, Arnold Schwarzenegger leikur forsetan og allt bara. Er það? Já. En mun hún heita Kung Fury? Jep, hún mun heita Kung Fury. Já, ok, ég mér fannst þessi að lesa að þeir ætla að gera alveg bara svona feature length mynd út frá þessu stuttmynd. Já, það bara núna, þú veist. Og erst þú bara að bíða spenntur? Ég býð mjög spenntur eftir henni, sko. Þú veist, ef hún væri komin út, sko, þá væri alveg bara fljúandi líkur og hún væri á þessum lista, sko. Ok, þá ég að spyrja þig. Ef þú fengir að velja að sjá, þú getur bara fengið að sjá í kvöld Kung Fury í myndina eða Shoot 'em Up 2. Hvort það er spenntar í mynd? Vá, erfitt. Þetta er alveg erfitt, sko. Það reynir á þau núna. En samt sko, Shoot 'em Up kom út, sko, fyrir alveg, kom út 2007 eða eitthvað, þannig að það er alveg fljúandi líkur á því að hún gæti kannski verið ekkert svo rosalega góð með að við, þú veist. Eins og Split eða Sin City 2. Nákvæmlega. Þannig að, þú veist. Kung Fury hjá þér kannski? Já, ég myndi velja Kung Fury, sko. Já, mörg. Ok, Shoot 'em Up, þetta er áhugaður listi. Já. Hvað er það næst þér? Það er næst. Það er mynd sem er alveg í mjög svona léttari og glaðari kanti og það er Galaxy Quest. Já, hún er helviti góð. Hún er geðveik, sko. Af hverju valdur hana? Af því að ég hef bara haft mjög gaman að henni, bara alveg síðan ég sá hana bara þegar ég var ungur og þú veist, þetta er alveg, þú veist. Já, hún er 97 eða eitthvað. Nei, hún er 99, minnum ég. Hún er 99? Já. Þannig að þú ert unni 10 ára þú kemur út? Já, en og hún var samt alveg, það var svolítið síðan hún kom út þegar ég sá hana, sko. Já, þannig að þú eru á hana aðeins eldri? Já, ég kannski örugglega bara 12 ára eða eitthvað. Já, en þú tengdi við hana? Ég túnaði bara strax inn á þetta bara, vá, þetta er geðveik mynd. Þú veist, já, það er líka bara skemmtilega pæling, eitthvað gameris var bara, sjá þetta bara, vá, these historical documents og allt þetta sé bara allt alvöru en síðan kom í ljós síðan bara uppgötaði það að þetta er þessi hugmynd eins og rosalega margar aðra bíómyndir komnar út hugmyndina þessar mynd var fengin frá Twilight Zone þætti. Nei! Já. Rosalega mikið af myndum, góðu myndum. Hafa tekið eitthvað svona, fengið innblástur frá eitthvað? Já, hef tekið sko, sagan kemur úr Twilight Zone þætti. Pælingin svona, með Twilight Zone þáttin er reynda sko, þá er eitthvað svona maður sem er svona alltaf að ljúga eitthvað, svona rosalega legasjúkur og segjandi eitthvað rosalega svaka sögur að sjálfu sér og eitthvað, sko, og svo koma geimur og taka bara eitthvað, herðu, við erum búin að heyra sögur af þér og þú veist að þú sért bara svona og þú veist og hann bara, nei, þetta eru lega, þeir bara, hvað er lygi? Hvað er þetta lygi sem þú ert að tala um? Já, svipur pæling, að því náttúrulega Galaxy Quest, þá er þetta var þetta ekki sjónvarpsþáttur sem við sjá? Svona eitthvað Star Trek-like sjónvarpsþáttur eitthvað, og geimurinn ég peka þetta upp og geimurinn þekki ekki konseptið af lygi. Það veist. Já, einmitt. Þekki ekki, halda bara allt sem er sagt, sé bara það sem er ekta. Já, sé ekta. Og þetta er þessar geimverur eiga ykkur stríð við aðra geimverur og þeir fáðinu þessa mennsku áhöfn sem er í einhverjum Star Trek þáttum. Já, bara leikarahópu frá eitthvað. Til þess að hjálpa sér að berjast gegn geimverunum. Já, einmitt. Þetta er skemmtileg mynd. Fullt af leikur mínu, Sigourney Weaver, Anna Rickman. Já, og fucking Sam Rockwell sem er alveg bara, hann er einn af mínum uppáhalds líka, sko. Hann er æðislegur. Já, hann er meistarinn, sko. Ég elska Sam Rockwell. Já, hann er nefnilega eiginlega allar myndir sem hann leikur í eiginlega góðar. Eða nema Cowboys and Aliens. Já, ég var búin að gleyma, hann er í henni. Já, hann er í henni. Hvernig veist þið Moon, svo stana? Hún er geðveik. Já, hún er geðveik. Já, hún er samt ekki á listanum. Nei, líka, þetta er bara 10, þú fegst bara vel að 10 myndir. Nákvæmlega. Það fylgta geðveikum myndir sem komast í listan. Já, meðast Moon heldur góð. Þar sýndist Rockwell bara, þetta er hardcore leikari, sko. Já, hann er alveg þungaveikt að gaur, sko. Já. Þetta er mjög áhugaður listi. Já, bara. Það er svona í léttari kantinum, til að byrja með allavega. Ég að pæla hvort það koma eitthvað svona 7 mynd eða eitthvað svona ógeð.
Seven samt alveg í miklu uppáldi hjá mér, sko. Já. En samt næsta ekki beint í léttari kantinum og mjög frábrugðin öllum öðrum myndum á listanum. Og það Watchmen. Já. Ég hef nefnilega mjög gaman að þeirri mynd. Ertu fyrir, ánum förum í Watchmen, ertu mikið fyrir overhedjur? Já, ég mjög mikið fyrir overhedjur nefnilega. Hvernig finnst þú allt þetta Marvel-dót? Ég mjög gaman að Marvel, Cinematic Universe, bara alveg, öllu því dæmi og ég líka hef verið mikill X-Men fan af X-Men myndirnar, alveg bara frá byrjun, bara frá því ég var lítill og já, ég þótt að þær hafi nú farið svolítið mjög beiska og súra leið eitthvað. Þær eru misgóðar. Já, einmitt misgóðar. Við getum orðað þannig. Já, við getum orðað, já. En eins og Watchmen, því hún aðeins öðruvísi heldur flestar þessum Marvel-myndum, hún er aðeins svona fullorðslegri, bönuna 16, að tækla ákveðin viðfangsefni. Nefnilega. Þetta ekki barnamynd. Þetta ekki ætla börnum, sko. Nei. Og svo líka, sagan líka mjög góð, og vissur að í Watchmen, graphic novelið bara myndasagan sem þetta byggt á, Time Magazine gerði lista yfir 100 bestu skáldsögur allra tíma. Og Watchmen þar. Já, mér finnst það alveg að skilja. Já, alveg bara... Mér finnst það brjála bók. Þetta er bara einmitt, og svo líka þessi mynd fekk rosalegt heit út af einmitt þess bara endirinn, það breytt því, sko. Lastu bókina? Já, ég einmitt búin að lesa, ég las það eftir á, sko. Já, ok, en þannig að þú getur borið saman myndina, ok. Mál en sko, þótt að endirum hafi verið breytt, og svona, það sem gerist, það alveg svona, það kemur alveg stór breyting, en þetta kemur satt út af því sama alveg í endan, sko. Já, atburðurinn sem gerist aðeins öðruvísi, en þetta einu sami endur. Já, nákvæmlega. Basically. En hvernig fannst þið það? Þú sér myndina fyrst, og þér fannst hún þá væntanlega góð þarna fyrst skipti, sko. Svo lestu bókina, og þú væntanlega síðan sé myndina aftur eftir það. Já, sjálfsögðu. Fannst þér eitthvað að breyst hjá þér eftir að lesa bókina? Já, þú veist, einhvern veginn, já, sérstaklega, sérstaklega þegar ég sá The Director's Cut. Já. Það nefnilega svo það bara hefur Zack Snyder bara reynt að tróða öllu sem var í bókinu í myndina. Hún ég heldur, hún ekki alveg 40 mínútur lengri eða eitthvað? Hún tölvöld lengri? Hún alveg klukkutíma lengri, minni. Hún klukkutíma lengri? Já, við minnið það, sko. Það er rosalega. Hún alveg hátt upp í 4 klukkutíma eða eitthvað. Já. En að því að fólk gagnrýndi endan. Já, það er náttúrulega bara þessir svaka puritan nördar sem bara hey, the source material, man. Já, hann má ekki breyta því. Hann má ekki breyta neinu og eitthvað svoleiðis og síðan má ekki breyta neinu en síðan einhvern veginn sömu típur sem alveg bara fannst jafnvel Hobbit vera góð mynd sem góðar myndir sem trílógía sem byggð á eitthvað 100 blaðsína í barnabók. Ok, verð að spyrja þessu til það. Hvernig varstu Hobbit myndu? Alveg, Góðar? Nei, mér fannst það eiginlega ekki, Ruslmynd. Já, bara hvað, já. Ég hlæði svo mikið að því að mér finnst þetta svo lélega myndir og þeir gerðu 3 þriggja myndir. Nákvæmlega, 3 þriggja tíma myndir. Vissur að seinasta, þess að 3. myndin byggð á seinustu 5 blaðsíðunum af bókinni eða eitthvað. En það bara eitthvað svona risa langur bardagi eitthvað, ógeðslega óspennandi, mér leiddi svo svakalega já. Rusl. Ok, Watchmen, ertu mikill Zack Snyder maður? Já og nei. Hann á sína spretti og hann á sína eins og meðan 300 alveg gegn, og en síðan svo var einn Zack Snyder minn sem varst alveg út í hött, Það er Sucker Punch? Já, Sucker Punch líka, hún er alveg... Fannst hún góð? Þegar ég sá hana fyrst, bara alveg allra fyrst, bara ég fór hann í bíó mér sér. Meðanst hann alveg fín þá, en síðan einhvern veginn, þegar ég sá hana aftur, þá var ég bara kannski var ég bara orðin eitthvað aðeins eldri og klárari. Eldri og klárari en það er einmitt nú er ég búin að vera að sjá eitthvað umtala á netinu, eitthvað lið sem kom að Sucker Punch,
eitthvað lið sem lék í henn og sagði bara, hei, það væri nú alveg, the Snyder Cut of Sucker Punch hefði verið allt öðruvísi en það sem kom út. Vá, kemur núna Snyder Cut bara á öllu myndi sem gert? En það er víst þannig að fólk hefur víst lífbúið að segja bara að Snyderinn sé bara búið að vera bara the studio interference á Snydernum bara búið að hindra í margan hlutin sem hefur gerst, eða ég veit ekki. Já, það er reyndar, ég las sem eitt stutt viðtal við hann daginn og að því hann vann svo mikið með Warner Brothers. Já. Það er eins og þeir hafi ekkert verið svaka aðdæmdur. Nei, þeir hafa verið, náttúrulega bara, svona studio interference, bara þeir styrir ekki að neða herri, þetta þarf að vera svona, og maður bara, og síðan eru þeir bara ok, þurfa þá að breyta myndinu og síðan bara þetta orðið að eitthvað allt öðru en þeir voru að gera og að því að bara eitthvað, að því að þetta þarf að fitta, að því að þetta þarf að fitta inn í eitthvað svona, inn í eitthvað ramma sem að fólk svona fjöldin í vill og en síðan þegar þetta þröngvað inn í þann ramma þá verður þetta eitthvað shit sem einhver vill. Nei, og líka bara þú ert með leikstjóra eins og Snyder, eitthvað svona listamenn, svo ertu með eitthvað jakkafætta gæja, eitthvað efstu hæðið eitthvað skíaklúri. Já. Hver eru þeir að segja honum, skilurðu? Hvað sé list og hvað sé rétt að gera? Síðan eins og meðast Batman vs. Superman ekki alveg, it did not live up to the hype. Reyndar bara, þegar kemur að bíómyndum þá er Marvel svo alveg mörgum klössum fyrir ofan í DC. Af hverju heldur það sé? Ég held að sé bara svona studio interference. Sé bara minna þar heldur. Já, þeir eru að því að Marvel er búið að setja barið svo hátt eitthvað og þegar það er pressa á í DC að reyna að keep up og þannig að þeir þannig að þeir eru bara með puttana í öllu sem sem leikstjórarnir hjá þeim eru að gera þeir bara, hei, nei, þetta verður að vera svona en alltaf eins og en núna er hann James Gunn að gera Suicide Squad Suicide Squad og hann sagði bara það var ekki neitt það var ekkert studio interference hjá þeirri mynd. Hann er búin að segja það, hann fekk að gera bara það sem hann vildi. Já, nákvæmlega og einhvern veginn þá fáum við að sjá svona hvað gerist þegar Warner Brothers eru ekki með puttana í því sem er að gerast. En svo er líka alltaf spurning, ég hef stundum talað í podcastinu, að það verður eitthvað millivegur, að því að þú ert leikstjóri eða kveimningaramaður og það er enginn sem segir nei við þig, þá fáum við bara eins og þegar Peter Jackson gerir Lord of the Rings og gerir hann King Kong sem var 3 tíma mynd af því að Lord of the Rings var svo vinsæll, hann fekk bara að gera sem hann vildi og það var enginn sem þorði að segja neitt. Bara já, þú snillingur, gerð þetta og þá kemur bara einhver hundleð element, ekki náttúrulega King Kong sé á listan þín. Nei, hún er... Skilur við hvað við? Það er svo að það þurfa eitthvað svona, einhver millivegur. Já. Ekki bara, að því stundum bara þá missa þessi bara í einhver rugli. Hvernig finnst þetta nami? Þetta er geðveikt, Bara... Þetta er Trump. Já, nefnilega. Með hindberja lakrís frá Nóa. Gemur eitt svona. Þetta er bara heldur gott. Þetta er eitthvað alveg... Þú er fólk brjála við að smjatta henni í mækin. Ég lækka bara í mæknu þínum. Þú getur ekki eðilega. En þú skilur hvað við? Nefnilega, Þú veist, þetta er... Já, þetta er nefnilega... Þetta er svolítið í trikki í dæmi, Eins og með Warner Brothers, ok. Þeir hafa vist verið að fikta eitthvað mikið svona í það sem Snyder að gera. En eins og Nolan, það heppnast í honum að gera Batman-myndar. Já. Það er samt líka Warner Brothers. Já, kannski, já. Þetta er svona, þetta er oft flókið. En ég er ekki hrifinn að þegar það eru of margir kokkar í eldhúsinu. Það bara gengur oftast ekki vel. Eins og til dæmis Suicide Squad, fyrsta. Ekki góð. Ó nei. En leikstjórinn, David Ayer, hann segir að þetta til eitthvað svona Ayer cut. Já, nákvæmlega. Það er bara allir leikstjórar að tala um það núna. Já, þeir hann var að tala um þetta bara þegar myndin var að koma út bara eitthvað. Já, hún er ræðileg maður. Já. En ertu spenntur fyrir James Gunn myndinni?
Já, ég mjög spennt fyrir henni. Hvernig varst þið Guardians? Mér fannst hún geðveik, en mér það bara alveg geðveikar, sko. Þannig að þú fílar James Gunn? Já, það mér sér ein James Gunn mynd á listanir, sko. Sleðar? Ha? Sleðar? Nei, ekki hún. Súper. Já, það akkurat hún. Hún mér sér akkurat næst á eftir Nei! Þú veist þetta svona góða tengingar í þessu spjalli. Já. Þannig að Súper næst. Súper æðisleg mynd, sko. Hún er mjög fyndin. Bara, þú veist, ef einhver er ekki búin að sjá Súper, þá bara að gera að drífa síði núna, af því að þetta, sko bara, þú veist. Af hverju er svona góð? Ok, þú veist, það sem vakti minn áhuga fyrst var bara, þú veist, ok, Rainn Wilson, Dwight úr Office, bara leikur gaur, sem að kærastras fyrir frá honum, fyrir eitthvað dópsala, og hann missi vitið og ákveður að gera stofurhetja. Og hann er ekkert svaklega góður. Nei, hann, þú veist, hann er bara, þú veist, og hann er ekki með svona catchphrase, shut up, crime. Já, hafa catchphrase hans. Þetta er alveg vel steikt mynd. Þetta er alveg ógeðslega steikt mynd, sko. En ég man að mér varst myndin. Hún er alveg meistaraverk, sko. Var hann ekki með hamar eða eitthvað? Nei, það var með svona skiptileikil. Skiptileikil? Og var að berja eitthvað að glæpa menn og eitthvað. Don't deal drugs. Don't molest kids. Don't steal. Og hann var eitthvað svona glötu búning sem hann gerði sjálfur. Já. Og svo leikur líka í myndinni Elliot Page. Já, sem hét þá Ellen Page. Ellen Page, Elliot Page í dag. Já. Og hann fyndinn. Já, alveg ógeðslega fyndinn, sko. Þú veist, leikur the sidekick, the bolty. Og er alveg psycho líka. En gafst ég til að nefna hana, af því að hún fór rosalega mikið undir radarinn. Já. Það voru ekkert margir sem sá hana. Hún var ekkert sýnd í bíó á Íslandi til dæmis. Nei. Ég nokkuð sem þessi rétt sem er. Nei, þú veist, ég þú veist, ég er nefnilega, ég þú veist alveg, þú veist, það var bara, þú veist, mér var sagt fyrir, hey, downloada þessari mynd og checka á hann. Ég bara, ok, bara, sem bara, þú veist. Steldu þessari mynd. Já, nákvæmlega, steldu þessari. Hey, rændu þess aðeins. Ég er alltaf að segja við Kíló, því hann er alltaf að tala um hans að downloada myndum. Já, hann skammast sín ekki neitt fyrir það. Ég skammast mín ekki neitt fyrir það, ég meina hvað, þú veist, ok, þú veist, hvaða, hvernig á ég að nálgast til og með Súper eitthvað, þú veist, löglega, þú veist, hún er ekki á Netflix, hún er ekki, þú veist, ég hef aldrei séð hann á netni, þú veist, ég hef aldrei séð hann á votinu hjá, þú veist, neinstara sem ég skrólaði gegn og... Nei, þetta er stundum svona pínu trikki að finna það löglega, því að ég til dæmis, ég downloada eiginlega aldrei. Já. Af því að ég er með marga streymisveitur, ég er líka með iTunes og iTunes er mjög heldur gott úrval, ég get leikt eða flesta myndir þar. Já. En það er samt, þú þarf alltaf að fara í gegnum eitthvað svona ákveð ferli, af því að þetta er kannski ekki aðgengilegt í Íslandi og þá þarf að vera með eitthvað svona... Já, nefnilega, þú veist, það er nefnilega að nálgast þetta hérna á þessari eigi sem við búum á, að nálgast gott úrval af bíómyndum, það er bara hægara sagt en gert. Ég menn, það er líka bara þú pælir í eins og í gamla daga, eins og þú tala um með þessa stóra vídeolögu á Eskifirði, að var ekki bara meira úrval á þessum vídeolögum, svo Laugur studio með risa úrval. Já, þeir voru með alveg bara stærsta DFD-safnið og... Svakalt úrval. Og alls konar myndir, það var ekki bara Hollywood, það var líka frá Asíu og... Ég skuldaði alveg sko nokkur 100.000 í sektir á þetta. Í Laugur studio. Það? Þú var ekki fengið kæróðið eða eitthvað? Nei, jú, ég man það ekki alveg. Fekst eitthvað svona innefndu bréfið eitthvað? Herðu, býtti mig minni það sko, Já, nei, ég held ekki sko, því að minni að þeir hafi nefnilega allar fuðrað upp þegar Laugarsvídeó brann. Það kviknaði ekki í þarna. Jú, það kviknaði í. Já. Þannig að skuldi þín fuðrað upp líka. Já, ég alltaf heyrði að, þú veist, þetta var bara, ég man sko, þú veist, það ringd alveg í mig eitthvað tónleikali. Já, þú skuldar hérna eitthvað 200.000 krónur fyrir þetta. Ég eitthvað, já, þetta 200.000. Já, sér þetta sko sér eitthvað náði að sko, fór ég eitthvað eftir að því stóð leiði ykkur að mynd og nei, já,
þegar ég skil, já, ég skilaði myndinni sem að ég skuldaði 200 skall fyrir, sko, ég var búin að vera með að glinda skilinu bara ekki þess 3 árum áður, eða 3 árum, já. Þannig 3 ár kannski, varstu með sömu myndina heima? Ég svona laumaði svona borðið og hljóp út og sestur í bíl, hleypur maðurinn út alveg bara horfir í kringu sig bara, hvar maðurinn sem kom með þessa mynd? Djöfull kjaftaði. Í alvöru. En manstu hvað mynd þetta var? Ég man ekki alveg hvað mynd þetta var, sko. Djöfull. Já, þetta samt ekkert með, sko, Hraunbergsvídeó í Breiðholtinu. Bara í vídeólega bara í mínu hverfi. Þú ert úr Breiðholtinu? Já, svona mestuleiti. Ok. En alltaf, það var þegar þau voru með vídeólega, þetta var svona 2013, þá vorum að taka upp tónlistamindbandina, ég, Haukur og Danni Alvin og ég síðan ég svona ákveði fyrir hei, verðst að tjekka hvort ég skuldi eitthvað á þessari vídeólega en ég skuldi á vídeóleginu þeirra, ég beðið að fletta mér upp í kerfinu, eða beðið stelpunum að fletta mér upp í kerfinu og hún steinbræði inn í kerfinu til hana og sé bara svona reikur hún stóri og kallar alveg vingur og hei, komdu að sjáðu þetta og hún kemur alveg bara what the fuck, herru, hann var ég bara með 1.000.000 krónars vídeóskuld skuldar 1.000.000 En hvernig fórstu að því? Með því að, ég veit ekki, taka mynd á leigu og aldrei skilin í mörg ár. En hvað gerist? Við verðum aðeins að ræða þetta. Þú fersast á vídeolögur í gamla dag. Þú leigir mynd, finnur ykkur mynd, leigir hana, fer með hana heim, horfir á hana, svo daginn eftir, þegar þú sér hún á borðinu, skilin ekki. Hugsaðu það bara, það ekki séns að ég ætla að skilin. Já, maður bara... það var mér sérlega komið jafnvel upp í hillu hjá mér bara með þínu tímundar Þannig að þú bara stannst þeim? Já, eiginlega, og skilaði síðan eitthvað setna með þér og herru, síðan síðan Sétt hvað þú finnir mig og síðan ég var líka á svörtum lista bara á öllum vídeolegum þá kom downloadið stertinn, Þannig að fyrir þig, ok, núna þetta er mjög áhugavert, að því fyrir þig, mann sem að stelur bókstaflega af þessast eintökum frá vídeolögum, átti náttúrulega mjög auðvelt með að downloada á netinu. Já, herri, þetta er líka, þegar ég var að vinna í bónusvídeó í Hólunum, það var líka, Ég var að vinna í bónusvídeó á Hólunum líka, þegar þetta var stóra bónusvídeó, bara við hliðin á Dóminus í Lóahólum. Já, ég mætti því. Og það var Skuldar 2 milljónir þar? Nei, ég skuldaði ekki neitt þar, af því að ég var náttúrulega að vinna þarna og gæti dílítið sektinu bara ef ég vildi, Gerður það? Já, en það var líka, en það sem ég gerði líka, ég vona að ég var ekki sóttur til saka fyrir þetta, en Bónusvídeó náttúrulega búið alltaf þeirra komið nýjar myndir, svona nýjastu myndirnar og svona vinsælustu, kom alltaf bara 10 eintöka hverri í mynd, og til að sjá til þess að hún væri alltaf inni. Ég tók alltaf 1 eintaki með mér heim. Og skilaði þið ekki? Nei, það kom að ég skráði bara ekkert eins og í kerfið það það bara, ég var látur í blað, af því að það kom nefnir blaði, ég skráð þessar 9 myndir enn í kerfið, bara já, ekki máli, ég skráði, það kom ekki 10 myndir og ég skráði bara 9 af þeim, tók þessar 10 með mér heim. Já, þannig að hún bara hvarvekst það upp í hilli á þér. Já. Shit, ok, þetta fyrir því. Glæpur borgar sig ekki. Nei, sjálfsög ekki. Ég myndi aldrei gera þetta í dag, Nei, fyrir þá sem að hlusta, við mælum ekki með að gera þetta. Nei, alls ekki. Svo alltaf vídeolögur eiginlega ekki til í dag. Nei, nákvæmlega. Þannig að þetta var svolítið erfitt. Já, þetta er mjög áhugur saga. Og ég bara kemst ekki yfir það að þú hefur skuldað 1.000.000 í sekt okkur vídeolögur. Ætlaði að sé Íslandsmet. Nei, herðu, þegar ég það var til og með í bónusvídeó, maður rendiður, það var alveg lið bara með eitthvað 3 milljónar skuld bara eitthvað í kerfinu, Ertu ekki að grínast? Nei, bara... Ég fekk móralif í skuldaði 1.000 kall. Já, en svo er eitthvað með sem var eitthvað, það var eitthvað þeng, að þú fékkst innheimtubréf fyrir eitthvað háa skuld þá máttur þá
þið máttu í raun bara rukka þeim andvirði spólunar en ekki alltaf þessa auka svaka Já, ekki að það sektina sjálf það var eitthvað ég uppgötaði þetta alveg sko langt eftir að þetta var eitthvað svona það var alveg mjög seint sem ég uppgötaði þetta og ekki það eitthvað trufla með því að ég borgaði aldrei einu af þessu sektum Þetta rosalega. Þannig að þú hefur kannski bara verið í 5. sæti. Já, gæti alveg vel verið, sko. Einhverju nokkru með 3 milljónir og meira. Já, svo líka, sko, ég skuldaði líka eiginlega á öllum vídeolegunum, sko. Varstu bara að leigja alls aftur bæ? Já. Af því ef þú fóst aftur Raunbursvídeó, hann vissur að þeir myndu sjá sektina. Já, myndu ekki leigja með myndina. Þannig að þú... Já. Þannig að þú varst á svörtum lista á öllum vídeolegum. Já, eiginlega. Varstu bara að það er eitt lag á plötununni. Hinn alræmdi. Það sá titill meikar rosa mikið sens fyrir mér núna. Já. Og lagi geta heiti Hinn alræmdi bíómynda þjófur. Já. Hinn alræmdi, sko. Ok, við fórum með svona góðan, þetta var skemmtilega útúrdúr. Nálega. Hvert voru, ég man ekki sem hvert voru. Ok, við vorum með það í Super. Super, já. Og það er, og líka sko, síðan líka mjög góði leikara þar, það er ekki bara Rainn Wilson og Elliot Page, þetta er líka Liv Tyler. Já, ég var búin að glemma henni. Og Kevin Bacon. Já, hann er svona litlu hlutverki. Já, hann leikur bara the main antagonist. Hann er vondikallinn. Hann er vondikallinn þar, sko. Ég var búin að gleyma því. Og svo er náttúrulega Michael Rooker. Já, hann leikur í öllum James Gunn-myndum. Hann er alltaf í mjög mörgum. Já, ég sá hann fyrst í Mallrats. Já, ég líka. Já, það er geðveik mynd. Hún er alveg sko. Já, og hann einmitt fyrir að herðu, shit, ég einmitt downloadaði Mallrats daginn og þú veist lána það. Já, ég fekk hann aðeins lána og herru, og það var bara einhver útgáfa sem ég bara, hvað kjaftaði þetta? Bara byrjunin allt öðruvísi og bara einhvern veginn svona, já, allt í henni bara eitthvað, myndi byrjar bara eitthvað á, allt í hennu er komin bara eitthvað ný byrjun sem ég hef bara aldrei séð áður, bara eitthvað upp á þaki og aðalkarakterin skítur óvart eitthvað, þetta var bara eitthvað algjört rugl, sko. Einhver önnur útgáfum. Já, því að sko í upprunalega, bara gömlu klassísku útgáfun á Mallrats, sko, þá átti í stelpan þá sagði kærasta aðalpersonar, dóttir Michael Rookers karakterisins, þá sagði hún í kærastanum sínum upp út af því að stelpan sem átti að vera í þættinum, hann dó út af því að kærastin hennar hafði sagt við hann, hey, the camera adds 5 pounds. Og hún dó síðan okkur hlaupabretti, það var svona sagan sem hún segir dömpar hún með svona fyrst og eitthvað hannig og það var ekki í þessar útgáfi, það var bara, það var ekki minnst á neitt svoleiðis, það var bara var eitthvað gaur hvað, skjóta eitthvað fór? Nei, gaurinn þetta var eitthvað svona war reenactment eitthvað rugl, eitthvað í gangi og þetta er bara þetta er bara einhver alternative útgáfa af myndinni sem að kom út bara, ég fór í gramsaðins í þessu, þetta er eitthvað svona alternative útgáfa af myndinni sem kom út bara mörgum árið setna. En var þetta eitthvað svona director's cut hjá Kevin Smith? Já, eitthvað þannig, sko. Það var eitthvað svona... Ég vissi bara ekki af þessu. Það var bara einhver alternative útgáfa. Þetta er eins og Kevin Smith hafi gert svona... mín kenning er svo hann hefur verið með svona báðar pælingar svona opnar og tekið upp bæði og valið síðan sjálfur frekar þess að upprunalegu því að þetta bara einhvern veginn ég bara þetta var eitthvað alveg út í hött, sko. En upprunalega þér finnst hún skemmtileg? Já, alveg upprunalega meistarverk, sko. Hvor finnst þið skemmtilegri eða finnari? Hún eða Clerks? Fyrsta myndin. Ég er meira fyrir Mallrats heldur en Clerks. Já, þú ert meira fyrir hana. Já, Clerks er samt mjög góð, sko. Hún er alveg bara æðisleg. Já. Það er gæja vinnur á vídeolögu þar. Já, einmitt líka það, sko. Það er alveg því gott, það er alveg svona mjög skemmtilegt og svona semi-relatable vibe alveg í Clerks. En það var meira skemmtana gildið fyrir mig í Mallrats. Ég meina, hún er skemmtileg. Og Michael Rooker er með leikur, hann var sköllóttur í þeirri. Já, hann var sköllóttur og alveg mjög aggressífur og
reiður maður. Og hann var einmitt, það er eitt aðrið sem ég tengi alltaf við hann í þessari mynd. Að ég er að horfa á súkkulaði núna eða. Já. Varst ekki hann, já, þú veist hvað hann var með, þetta voru eitthvað svona, hvað var þetta, eitthvað svona Chocolate covered pretzels. Já. Já. Og I'm gonna stink pálm him. Já, hann fer Sér lætur hendina inn í bórinu sinni í eitthvað x tíma og setur síðan, veitu hvernig var það? Setur á, hann tekur síðan í höndina á honum. Já. Svo er hann að sleikja puttana af súkkulaði. Já, sko, hann er með svona póka af chocolate covered pretzels og hann bara, nei, bless her. Má bjóða þér hérna. Já, þeir bjóða honum. Og nuttar þess alveg í hendunar á honum og Þetta fyndið. Ok, super, og það síðasta mynd sem þú talar um. Já. Vanmetin mynd. Vanmetin mynd, sko, bara... James Gunn bara djóka eitthvað. Já. Skemmtileg. Hvað er margar eftir á listanum? Það eru 3 eftir á listanum. Ok, hver er næst? Næst er Natural Born Killers. Já, með Woody og Juliette Lewis. Já. Ég hef ekki séð hana í mörg ár, en þá voru þú að segja mér, af því þegar ég sá hana, ég var bara svona, ekki mynd fyrir mig, en ég held að sé ekta mynd fyrir þig. Já. Hún fer upp í 12. Og líka, já, hún fer alveg upp í 12, sko, og þú veist, það er líka, vissur að hún gerist í, þú veist, hún gerist í Tarantino Film Universe, þú veist, það er sér svona, hún gerist í þessum heimiða sem að, gerist í heiminu, þú veist, Vincent Vega og myndi fara á þessa mynd í bíó, þú veist. Hann að skrifa hana, já. Tarantino skrifa hana. Og var líka co-director. Nei, hann hatar þessa mynd, sko. Aha. Já. Já, hérna. Það voru 2 myndir sem hann seldi á hann að vara leikstjóri sjálfur. Já. Á True Romance. Já. Og Natural Born Killers. Hann fílar True Romance, sem var Tony Scott gerði, en hann fílar ekki myndin sem Oliver Stone gerði. Já. Vissur þú það? Þannig að ég er nokkuð sem það, hann hafði ekki komið neitt nálættinni, fyrir það að skrifa hana, að því honum fannst það svo Stone hefði bara eyðilagt svolítið sitt handrit. Já, hérna. Er þetta fréttir? Já, þetta eru fréttir. En mér finnst þetta alveg geðveik mynd, sko. En myndur þú mæla mig í gefinu annan séns? Ég sá hana bara síðast. Ég var örugglega 15 ára. Algjörlega, sko. Þetta er nefnilega alveg ógeðslega góð mynd. Hún er líka alveg svona ógeðslega svona... Hún er svolítið ruggluð. Hún er svolítið crazy. Og alveg, þú veist, alveg snar klikkað væp í henni, sko. En þá verð ég að spyrja henni, því að ég fór að hugsa eina aðra mynd sem er svona, hún er svolítið klikkuð. Það er ekki mynd sem er mikið fyrir mig. En gætur mynd fyrir þig. Já. Fear and Loathing in Las Vegas. Já, hún er æðisleg. Hún er alveg yndisleg. Ég hugsaði með mér, ég hlýtur að fíla þá með þetta. Hún fyrir líka upp í 12. Já, hún er alveg æðisleg, sko. Ok, Natural Born Killers. Myndir þú að segja, hún er frekar ofalega hefur. Já, hún er mjög ofalega hefur, sko. Hún er alveg bara, og það er alveg bara, það er eitthvað bara, þú veist. Hvað er svo skemmtilegt við hana? Einmitt bara klikkunin í þessu og, þú veist, og líka, hún er svona aðeina, þú veist, hún er byggð svona að þú veist, þannig séð, byggð á inspired by true events, sko, þú veist, það er nefnilega svona, það voru svona nokkur í svona, þetta var svona, búið að vera svolítið algengt eitthvað, þú veist, þá, sko, þetta var svona alveg 3 mismunandi pör sem höfðu farið bara eitthvað killing spree Bandaríkin, og þetta er svona inspired af því og svo er náttúrulega bara bætt við alveg bara eitthvað svakalegum body count alveg bara on top of that, sko. Ég verði að sjá hann aftur, ég maður slíkt eftir henni. Það er líka alveg, þú veist, það er alveg, ég held að sé líka, það er svona, þessi mynd, sko, er með alveg, sko, rosalega háu svona hlutfalli af, sko, fólki, þú veist, það er svona, það er mjög mikið af fólki drepið í þessari mynd, sko, og þá er ég, þú veist, það er að segja svona up close and personal en ekki, þú veist, bara eitthvað, þú veist, það er náttúrulega, það er ekkert eitthvað sprengt fullt af fólki upp og, þú veist, og já, ég skilji. Já, það er svona mjög mikið að fólki drepið í þessari mynd. Maður er bara, wow. Bara, þú veist, það er svona ligguð bara á 5 mínúta fresti, þá er einhver drepinn. Maður er bara, þú veist, og þetta er alveg, þetta er ógeðslega svona alveg, ég var bara, horfa á þetta, bara, þú veist, þegar ég sá þessa mynd fyrst, ég bara, hvað er ég að horfa á þetta? En ég man nefnilega því að ofbeldi í bíómyndum trufla mikið neitt þannig. Nei. En mér minnir að hún hefði verið bara svo skrítin sem mynd. Já, hún er mjög skrítin. Ég elska hvað þú bara þekkir þinn smekk svo vel. Já. Og þú bara, já, hún er skrítin, já, hún er íkt, já, hún er öðruvísi. Þetta er akkurat það, sko, veist. Þetta er bara, þessi mynd fer alveg, sko,
Já, hún fer alveg hringin í að vera mjög svona, já, svolítið klikkuð. Svolítið mikið, minningunni fannst mér mjög skrýtin. Nefnilega, sko. Woody Harrelson alveg, hann meðist hann líka alveg, hann miklu uppáhaldi hjá mér, sko. Hann alveg, æðislega. Já. Hann er svo skemmtilegur. Já, ég veit það, og eitthvað svona típan svona henni sem hann svona eitthvað hvernig hann talar og eitthvað það er svona, Var þetta ekki, hétu ekki Mickey og Mallory? Jú, Mickey og Mallory. Mickey og Mallory Knox. Mickey og Mallory Knox. Já, Mickey Knox og Mallory Knox. Þú ert alveg búin að samt sko, þó að ég oftast ekki mikið fyrir mjög skrýtna myndir eða mjög ekstrím, en þú ert samt alveg svona smá að selja mér að sjá hann aftur. Já, hún alveg sko, mér finnst hún einmitt vera mjög vanmetin, sko. Já, hún var allavega á sín tíma, þá voru ekki allir að fatta þessa mynd. Nei. En hvernig fílar þú Tarantino? Ég mjög gaman á hann, sko. Ég mjög gaman á hann, en mér sko, stundum svona eitthvað, maður ekki alveg beint í stuði fyrir Tarantino. Finnst þér fyrri myndirna þess að Reservoir Dogs, Perfection, Jackie Brown og eitthvað svona, finnst þér það skemmtilega eldur en sem að gera svona í seinni tíð? Eins og Kill Bill og... Með Kill Bill æðisleg, sko. Hún er alveg svolítið svona upp í 12. Já, hún er alveg svakaleg, sko. En svo Django Unchained. Mér finnst hún mjög skemmtileg. En hvaða Tarantino mynd finnst þér þá að vera svona ekki nógu góð? Ekki nógu góð. Eða svona eitthvað vonbrigði eða fannst hún leiðilega? Hvað heitir hún aftur? Hateful Eight? Fannst hún leiðilega? Ég veit ekki, ég náði ekki alveg að túna með hana, sko. Nei, hún er alltaf svolítið löng, hæg. En eins og Once Upon a Time in Hollywood, sástu hana? Mér finnst hún alveg fín, sko. Já. Ég þált hann í. Já, mér finnst hún alveg fín, sko, en mér finnst hún samt eiginlega ekkert meira en fín, sko. Það var rosalega margir svo bara á, þetta er geðveik mynd, eitthvað, já, fannst þér hún geðveik, ok, mér finnst hún alveg, þetta er ekkert eitthvað léleg mynd, en... Þetta er ekkert masterpiece? Nei. Þetta er engin Pulp Fiction? Nei. Er það besta myndin hans? Já, gæti alveg verið, sko. Svo, mér fannst það líka Inglourious Basterds vera alveg ógeðslega skemmtileg. Hún er ekki. Já. Frábær mynd. Nefnilega, sko. Hún er spennandi, fyndin, það er líka alltaf ofbeldi í Tarantino-myndunum. Ég veit það. En þetta er ofta svona skemmtilegt ofbeldi. Það er alltaf kallað það. Já. Kallað því nafni. Natural Born Killers. Já. Mjög áhört pick. Ég veit ekki mækina þess nær bara. Já. Ok, Natural Born Killers. Ok, þú átt bara 2 eftir. Já, ég á 2 eftir, sko. Ok. Ein er alveg, sko, síðan er ein mynd sem er nummer 2 hjá mér, sko. Hún er svona, hún er sérstök. Hún er alveg sér á báti, hún er elst líka af þessum myndum. Ok. Og þetta er Ég er bara spenntur hérna. Já, sko, það var þannig að ég sko sá þessar myndir, ég var svona 13 ára eða eitthvað. Og ég bara, hvað er ég að horfa á? Ég bara, what the fuck? Og Þetta er hryllingur? Semi, sko. Ég bara, hvað er ég að horfa á? Og svo er ég bara eitthvað, af hverju held ég með þessari sögupersonu? Af hverju held ég með þessari, það er Clockwork Orange. Frábær. Já, þetta er svona, maður svona, þegar ég sá hann, ég bara, af hverju held ég með þessum karakter? Af hverju er ég að halda með honum? Algjör sækó. Það er bara ógeðslegu gaur, sko, það er bara svo allra versti bara. Þetta er svona, það er bara, þessi mynd tekur mann að leið, hún fer með mann bara í leiðangur, sko. Já, hún gerir það. Ég hef stundum, ég mælt með þessari mynd fyrir fólk, sko, og það meikar ekki alveg, það næri ekki að þrauka í gegnum svona fyrstu 40 mínútunar sem er alveg bara, sem er bara ultra-violence og ekkert annað. Og að þetta er mitt bara svona ógeðslega, þetta er svona brútal ofbeldi og síðan verður þetta að ykkur allt öðru síðan seinna mér. Þetta er líka alveg, eins og segja, þetta er kannski rosalega einstök mynd. Mér finnst engin mynd eins og hún. Nei, ég veit það er nefnilega engin mynd eins og þessi. Hún er mjög skrítin þessi mynd. Já, hún er frá 71. Já, og spáðu, líka áhrifin sem þessi mynd hafði, sko, það var þegar þessi mynd kom út, þá kom bara allt í tískubóla í Bretlandi. Úlingar, bara úlingsstrákar voru að klæða sig upp eins og Alex í Clockwork Orange og drekka mjólk. Og fremja ykkur ógeðslega ódæðisverk sem þið sáu í myndinni.
Nei. Jú, það var bara það voru bara strákar að klæða sig upp eins og Alex, fremja bara þeir frumtur nauðganir, ofbeldi og bara börðu fólk alveg til óbóta og bara gerðu bara svona alveg hræðileg ódæðisverk sem voru í þessari mynd og sem var til þess að Stanley Kubrick afturkallaði þessa mynd og þessi mynd var bönnuð í Bretlandi í 30 ár þangað til að Kubrick dó. Þessi mynd, það var bannað að horfa á hana, það var bannað að sýna hana, það var bannað að eiga hana. Í svona langan tíma? Já, það var bara, þessi mynd var bara bönnuð í Bretlandi, það var bara út af því að bara einmitt því sem skeiði þegar þessi mynd kom út, það var bara úlingar, það voru bara úlingstrákar sem bara ákveða, vildi bara vera þessi gaur. En þá er ég að spyrja, hvað finnst þér svoleiðis? Að banna myndir eða ritskoðar eða... Sko... Svona yfir höfuð, hvað finnst þér það? Sko, það er hægara sagt en gert að reyna að banna eitthvað í dag til dæmis. Já. Það er erfitt. Og ég meina, þetta og líka, ég er ekki beint hlindur ritskoðunum, sko. Og ég er ekki alveg beint hlindur því. Finnst þér að leikstjóra til dæmis, finnst þér eigi að fá leyfi til að gera bara alls konar myndir? Já, ég meina, þeir eiga að fá leyfi til að gera það sem sýnist, en síðan aftur á móti eins og bara einhver ég gerir eitthvað bíómynd og síðan gerir eitthvað bíómynd og útgefandinn bara, þeir horfa á það, þeir bara, nei, við getum ekkert gefið þetta út, við gefum ekki út svona. Þannig að þá bara því miður þurfti hann að gera díl við þetta í kompani og eitthvað svoleiðis. Já, meinar þá að það er alltaf líka réttur útgefandans að segja nei? Já, nákvæmlega, það er náttúrulega líka það sko sem spilar inn í, ég meina, síðan aftur á móti eins og það var til mig sko, maður sér stundum ykkur í umræður og hitt og þetta, ykkur leikara sem voru cancelaðir og eitthvað svoleiðis út að þeir voru eitthvað að perrast og gera eitthvað viðbjóð og eitthvað svoleiðis sko, en það er samt alveg, það er alveg skiljanlegt út af því að ég meina, meðal áhorandinn, hann vill ekkert vera að horfa á okkur að dóna kalla á skjánum. Nei, ég meina, algjörlega. Já, en síðan aftur á móti það eru margir leikara sem hafa gert sekir alveg bara alls konar í perraskap og viðbjóð og eitthvað svoleiðis, en svo eru marga myndir sem þeir hafa leikið í, sem er bara það góðar að maður horfir á það, maður bara svona, vill helst bara horfa framhjá eins og með Kevin Spacey og svoleiðis, sko, mér finnst Seven ennþá góð mynd. Já, og mér finnst American Beauty ennþá góð mynd, sko, en þótt ég reyndar maður sér American Beauty aðeins öðruvísi í dag. Já, maður horfir hana aðeins öðruvísi. Út af því að bara eftir en síðan svo Disaster Artist er alveg klikkuð, sko, en James Franco er alveg ógeðslegu gaur. Ég hef maður alveg að lesi. Já, maður hefur lesið það og já, hann er bara búin að vera eitthvað mjög óviðandi greinilega. Já, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað hann hafa gert og hvernig það er, en allavega þessar sögur sem maður hefur lesið, hann er eitthvað svona creep. Já, hann er vist eitthvað creep, sko. En eins og bara, ef þú ert bara, segjum bara leikstjóri, það er svona aðal manneskjan á bakvið myndalina. En ef að leikstjórinn gerir ekkert af sér í raunveruleikunum, þetta er engin perri eða óbeldsmaður eins og leiðis, en hann gerir kannski mynd eins og bara Human Centipede eða Hostel eða eitthvað svona ógeðslega mynd. Já. Finnst þér rétt að hann þurfa að ritskoða sjálfum sig? Bara, nei, þú getur ekki svona óbeldi. Nei, þetta ekki, sko, ég meina, og ef að myndin kemur, sko, þegar myndin er gefin út, þá er náttúrulega bara, varúð passík, bara enter at your own risk, og það er alveg fínt að gera það, eins og til dæmis, sko, að það hefði verið fínt svona at your own risk í label á Event Horizon þegar ég var lítill. Bara anskotin sjálfur, sko. Varaði við. Það var gæinn, eða stelpa sem leiði hana, hefði hann alltaf að segja bara, hei, hún er bönnusmið. Já, nákvæmlega, en það bara, já, það hefði kannski átt að gera það. En mér finnst það bara áhugaður pæling og áhugaður umræða, af því að
hver, ok, ef við ætlum að ákveða það bara, við ætlum að banna ákveðna myndir eða banna ákveðið ofbeldi í bíómyndum, hvað línan? Af því að það sem að mér finnst ógeðslegt, finnst kannski þér ekkit ógeðslegt og öfugt. Nei, nákvæmlega, og síðan en máli eins og líka hvað mynd var það, Cannibal Holocaust, sá sem gerði hana þurftilega, það var bara lawsuit og allt bara, það var þetta sanna, þetta væri ekki alvöru. En það var eitt samt í þeirri mynd sem mér finnst óafsakanlegt og það er sérstætt skjaldbaka sem drepin í þessari mynd og hann drap alvöru dýrið. Já. Það var ekki fake. Já, Það finnst mér alls ekki réttlætanlegt. Nei. Af því þannig erum við komin yfir strikið. Af því að þú ert að gera þetta bara þetta er bara fake. Nálega. Eins og bíómyndir eru bara fake. En ef þú ert þannig að gera eitthvað svona í alvörunni, það náttúrulega ekki réttlætanlegt. Nei, nákvæmlega. Þar myndi ég draga línuna, skilur við. Það nú til myndina, hvað heitir hún áttur? Það var alveg, alrænt dæmi, sko, Marlon Brando nauðgaði konu í mynd, bara... Alvöru nauðgun? Já, það var eitthvað, og bara notaði bara smjör og allir pakkin, sko. Hæ? Já, hvaða mynd var þetta? Bara það bara viðbjöðu? Já, ef þú googlar hvað var það, bara fyrir bara á Google og skrifa bara Marlon Brando butter rape eða eitthvað, þetta bara, það var bara, ég stelp mig og var bara, hei, þetta var nauðgun í þessu, bara, þetta atriði var nauðgun. Og mér minnir að leikstjórinn hafi viðurkennt að síðan á endanum, eða eitthvað. Það er alltaf bara ógeðislegt. Já. Það er ekki bara komin út í glæp. Nefnilega, það er þetta bara orðið, bara glæpur festur á filmu. En ef við gefum okkur það, eins og ég segi, ef við erum að tala Hostel, bara ég er að taka ykkur á ógeðslega mynd, fólk að pína annað fólk og eitthvað, eða Human Centipede, bara eitthvað, algjört ógeð, þetta er samt fake. Já, það var ekki verið að pína eitthvað í alvörunni. Nálega. Ef við ekki að leyfa það allt, eða... Jú, þetta mál svo lengi sem þetta ekki að gerast í raunveruleikanum. Ég er að segja það. Svo lengi sem þetta ekki einhver ógeðslegur raunveruleiki festur á filmu, þá ætti þetta alveg að vera í lagi, sko, en síðan aftur á móti, eins og, ég meina, en svo, ég veit ekki, svo bara, en samt ef þetta glorifæða bara eitthvað, boðskapur myndar en að sé bara eitthvað, gerðu þessa ógeðslegu hluti og það er bara æðislegt og allt annir, sko, það er kannski svona... Ég ætti að tala bara eitthvað svona áróður. Já, líku við, sko, ég er bara að tala hypothetical dæmi, ég næ ekki að, mér dettur ekki neina mynd í hug akkurat from the top of my mind sem að gæti mögulega verið það, en það er kannski eitthvað aðeins svo, en síðan aftur á móti er örugglega mikið að eitthvað svoleiðið sem að, svona sem lítur út þannig, er síðan bara eitthvað í einhverjum satirískum búning og það er nefnilega, en málið er í raun bara gera bara hvað gerðu, kvikmyndar gera menna, þetta bara gera þær myndir sem þeir vilja gera og já. Án þess, mér finnst nefnilega ég er nefnilega trúið alveg á 100% tjáningafrelsi og eins og með það listrænt frelsi að þú ert listamaður, alveg svo hvort þú sér tónlist, þetta er bara sem með tónlist þú ert með eitthvað hardcore rap texta eða eitthvað eigum að fara þá að ritskoða þá líka? Nei. Skilurðu? Eða... Það er nú reyndar eru rap-textar búinir að vera ritskoðaðir alveg bara... Já, í gegnum tíðina? En þýðir það að sé rétt? Já, nei, ég sjálfsögð ekki maður. Ég hefur aldrei, það hefur oft farið í töðunar á mér, ég er kannski að hlusta, maður kannski að horfa á rappmyndbönd á Pop TV þegar maður var yngri eða hlusta á þetta í útvarpinu eða eitthvað. Og ógeðslega mikið svona ritskoðað, og allt í nefn bara eitthvað, maður er bara eitthvað, hvað var hann að segja þetta í læginu, bara hvað er þetta lag, því að það er bara eitthvað, Já, bara orð tekin úr. Já, orð tekin úr og maður bara, hvað er fokkanum með þetta? En eins og með til dæmis, voru það ekki NWA sem gerir Fuck the Police? Já. Ég meina, það er alltaf bara hardcore áráðust lag. Já. Þeir líka lent í vesinu fyrir það. Þeir lentu alveg í klandri með þetta, sko. En eins og í dag, ég meina, er einhver rappar í dag sem er að lenda í eitthvað svona vesinu? Veistu það? Eða þú veist. Þetta er einhver í hug. Eitthvað svona hardcore, eitthvað pólitískur rappari. Reyndar, það er
það eitt svona shock value rappari sem ég að follow á Facebook og hann var einmitt, hann búin að vera hann bara náð, en hann búin að vera í headlines í Ástralíu, sko, hann gauðin frá Bandaríkjunum, það var hann kallar sig Necro og þetta er svona shock value rappari, sko, þetta er ekki gaur, þetta er ekki rappari sem er holdt að hlusta á í miklu í skömmtum og Er þetta eitthvað svona grín hjá honum eða? Já, þetta er bara svona hann bara rappa, hann búin að gefa út alveg bara sko 20 plötur og það eru allar ofbeldi, klám, dóp, pyntingar og þetta er svona nei, maður lætur þetta í gang og maður hvað er ég að heila hlusta á? En finnst þér eins og hefur hann eitthvað að segja? Nei, þetta er bara sama tuggan alveg bara Þetta er bara sjokkvaljú? Já, þetta er bara svona sjokkvaljú en allavega, það skeiði í Ástralíu að einhver drengur drap eitthvað lið og út frá hans lögum og það var bara og það allt bara og hann hlustaði rosalega mikið á Necro og það var bara og það var bara foreldrar hans og bara þetta er þessi tónlist sem hann að hlusta á og það er bara búið að blása það upp bara í einhverjum ástralskum fjölmiðlum að hann bara í sök á þessu. En hvað finnst þér? Auðvitað á hann ekkert sök á þessu. Þetta er bara saman sem þegar Skotar sem var í Columbine þá var verið að kenna Marilyn Manson við það. Já. Að þið hlustuðu á þungarokk. Já, nákvæmlega, hvað... Eða ef þú spila töluleiki, þá ef þú spila Grand Theft Auto. Já, nákvæmlega, þetta er... Málið er að... Fólk er ekkert eitthvað að fara fólk er ekkert að fara að hlusta á í plötuna mína og bara eitthvað, herðu, vá, nú ætla ég að gera allt sem ég heyrðist. Málið er að það er alveg, það er meira svona ég veit ekki, er það ekki meira svona parental issue að er þetta ekki, Jú, eða bara mental issue. Já, nákvæmlega. Ég held sko, bara eins og Skotar þessari Bandaríkjunum. Ég meina, það er alltaf eitthvað að. Þetta er ekkert bara því þú hlustar á eitthvað hardcore rap-texta. Nákvæmlega, fólk það er sko, það lætur enginn á sig headphones og bara wow, þetta er rosalega gott lag, mér langar að drepa ykkur núna. Nei, það er engin heilbrigður sem gerir það. Það er bara máli og ég vil meina það að þú hefði hvað sem er alltaf gert eitthvað. Nákvæmlega. Þrátt ef þú er ekki hlustað á þessu plötu. Og það er engin eins og þessi strákar sem fóru horfa á Clockwork Orange bara in the 70s bresku strákarnir voru bara ég ætla að gera þetta. Þetta hefur verið bara það er bara, þeir hafa verið annarkvæmt einhver vandamál heima fyrir eða þeir hafa verið orðið fyrir einhver aðkast í skólum eða eitthvað andlega veikir andlega veikir og það er svona mjög mikið margir þættir sem spiluð inn í og bara einhvern veginn náði þessi mynd til akkurat þessara drengja sem voru akkurat allra þessara drengja bara á þeim tíma líka þessi mynd kom út, fólk aldrei sé svona mikið ofbeldi í einni mynd áður og eitthvað svolítið fólk aldrei, þetta var svo nýtt svona laga var bara mjög nýtt fyrir þeim í bíómyndum þessi mynd hefur líklega tikkað inn á eitthvað hjá í þeim sem bara áttu erfið uppdráttar í sínum haus og þeir bara, herri, já, ég ætla að gera þetta og klæddu sig upp eins og hann og fór að gera þessu hluti. En er þetta þá myndan að kenna? Nei, þetta er ekki myndan að kenna. Þannig að mér finnst þetta allt svona, þetta er svona fín lína. Nei, nákvæmlega, þetta er mjög fín lína. Ég fagnaði í dag að það er ekki verið, ég er ákveðast að það er ekki mikið verið beint að banna einhverja myndir í dag eða sem bara ekki neitt um það, sko. En svo segir, það er eftir að gera það, internetinu svona. Nákvæmlega, bara gangi ykkur vel með það, sko. Og málið er, ef einhverjum bíómynd er bönnuð, þá verður aðsóknin ennþá meiri. Já. Bara, hei, þetta hérna er bannað, ég verð að komast í þetta. Ég ætti bara að svipa þess að umtir heyra að því núna bara það var eitthvað tónlistamæður, eitthvað rappari það var búið að banna hann bara, hann mætti ekki gefa hann eitthvað út. Já, vá. Myndir ekki alveg að tjekka á hann? Ég man sko ég var í þriðju hæðinni með hljómsveit sem að ég og Haukur og margir fleiri vorum í og Er það alveg hægt? Já, hún er ekki, við erum með að kynna eitthvað officially hættir, en við erum ekki að starfa eins og stendur og verðum líklegast ekki starfandi svona næstu ár eða svo. En þetta er allt, við erum allir ennþá bara bestu vinir og allt þannig, Þeir eru kannski meira bara að gera eitthvað sólódót í dag. Já, nákvæmlega. En alla, þá var,
draumurinn minn var bara að gefa út plötu sem bönnuð. Það var bara, ég var bara, og Já, þið langaði til þess. Já, mér langaði til þess, sko, og svona, það var bara gæmið, bara, og þessi plata sem ég gaf út, þá voru, við endum að láta hann á Spotify því að geisladiskurinn var alveg orðinn úreldur og þá, við tókum út, það voru 2 lög sem voru tekin út af henni að því að, ég var bara, seinna mér var ég bara, nei, herri, það ekki fræðilegu möguleiki heitasta helvíti að þetta sé að fara að koma út. Þannig þú ákvæmst sjálfur að því að taka upp. Já, þetta var alveg bara, svona alveg einmitt, svona mega shock value, bara fólk sem hefði heyrt þetta verið bara, hvað að þeim? Bara, mér langar að berja þessa menn. En það mér líka stormur úr því að ef að þú eða þið sem hópur ákveðið sjálfur, bara, nei, við skum ekki gefa þetta út. Frekar einhver annar kemur og segja þetta lag bannað. Já, nákvæmlega, bara herðu, hvað í gangi hérna? Hvað gengur á hér? Mér finnst það bara rugl. Ok, hvert eru við konir? Herðu, við erum konir að númer 1. Og það Er þetta bara þín uppáhaldsmynd? Það mín uppáhaldsmynd og ég allra tíma? Já, allra tíma, sko, og þetta, ég hef aldrei hitt neitt sem að finnst þetta líka að vera uppáhaldsmyndi sín. Og þetta myndir svona, ef ég eitthvað down eða eitthvað leis, þá skell ég þessari mynd í tækið og ég bara hamingjusamur maður eftir hana. Er þetta svona feel-good mynd? Já, svona vissuleiti, sko, hún bara mjög skemmtileg og það er skemmtilega pælingar í henni og það er alveg svona, það er mjög mikið skemmtilega gildi í þessu og Ég er spenntur. Já, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Já! Já. Þetta mín all-time favorite. Og hún skemmtileg? Hún bara alveg æðisleg, sko. Þannig að hún nummer 1, Já, þetta var bara fyrsta sem datt í hug, sko, bara, já, áhugavert. Já, og ég man bara, ég sá hann, þegar ég sá hana bara svona fyrst, ég var bara, vá, byrju, þetta alveg rosalega góð mynd, bara what the hell, síðan sá ég hann ekki alveg bara aftur fyrir svona 5 ára setna, og ég bara, nei, vá, þessi mynd ennþá betri en þegar ég sá hana fyrir 5 árum, sko. Ég bara sá hana bara síðast í bíó, bara hún ekki 2005? 2005, sko. 2005? Já, ég sé hana síðan þá? Já, ég sá hana eitthvað, ég var svona 16-17 eða eitthvað, og ég bara, þetta geðveik mynd. Síðan ég sá hana bara aftur þegar ég var 20 eða eitthvað. Ég þarf að rifja hana upp, finnst hún alveg eldast vel og... Já, hún eldist mjög vel. Ennþá fyndin. Ennþá alveg ógeðslega fyndin, sko. En hún alveg pínu steikt. Hún alveg mjög steikt, sko. Eins og smekkur þinn, þú ert fyrir svona aðeins út úr bóksið. Já, síðan til dæmis, sko, alla stelpur sem ég byrja að deyta, sko, ég horfi á þessa mynd með þeim, sko, og það einmitt, sko, ef þeir hafa gaman að þeirri mynd, þá svona... þá er einhver séns. Þá þetta greinilega ekki kona að mínu skapi, en ef ekki, þá það er svona dealbreaker. En hefur þú lent þá í því að þú sýnir eitthvað stelpu sem mynd? Já. Og hún bara eitthvað, hvað rugl er þetta? Og þú ert bara eitthvað að missi brá hana á henni. Já, það Þannig að dealbreakinu þér Hitchhiker's, það er svona testi. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eitt af testunum, sko. Hvað er eitthvað annað test? Já, Er eitthvað svo, það er lindamál. Ég ætla ekki alveg að fara Já, ég skilji. Ég vil ekki alveg beita þetta I don't want to spill all my... Nei. Þú vilt eiga eitthvað smá lindamál. Ok, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Já, hún bara alveg... Mjög áhört bygg. Ég veit það. Ég mitt sko hér, það er mér svo gaman þegar ég að hitta því í fyrst skipti, við þekkist ekki neitt. Ég var aðeins búin að skróla líka Instagram hjá þér og svona. Og maður er stundum búin að mynda sér ákveðna skoðun á fólki sem kveikmyndasmekk. Og ég hugsaði mér, ok, þessi gaur, hann að fara að koma með eitthvað svona, eitthvað hart, Seven, Scarface, eitthvað svona myndir. Bæði, við vissum að Scarface fekk Razzie nomination þegar hún kom út. Ég vissi það ekki? Já. Þegar hún kom út, fekk hún Razzie tilnefningu? Já, hún fekk Razzie tilnefningu. Þetta er brjálu mynd. En sko, málið er að þegar hún kom út nefnilega, fólk var bara eitthvað, þetta Scarface er svona sleeper hit, sko. Hún byrjaði ekki að slá almennilega í gegn fyrir in the 90s. En er það ekki líka rétt hjá mér? Að Scarface, að því að þú ert rappari,
Er ekki Scarface rosalega vinsæl hjá röppurum? Já, sko, Sérstaklega í málið Bandaríkjunum. það einmitt sko, það þannig þegar þessi mynd kom út fólk var bara eitthvað, og fekk bara Razzie nomination og allir pakkin sko og það var bara ekki fyrir in the 90s þegar rapparar fóru að kvóta þessa mynd og svona vekja athygli á þessa mynd það var svona þá sem fólk bara hei já, Scarface er gett góð mynd Fyndi, ég veist það svoleiðis Al Pacino með sér að tala það bara I wanna thank the rap community for making Scarface what it is today þess bara Ég er tengið svo mikið Scarface við rap já, það er nefnilega Scarface er bara þykir þessi góða mynd í dag út af rappi út af þess málega, hún bara þessi mynd fekk Razzie nomination bara þegar hún kom út sko Ég hef ekki heyrt það, bara sem bara það versta myndin neða versti leikstjóri Hæ? já, ég ætla að tjekka þess að þessu Ég veist það, ég er í sjokki já, þetta er alveg sko þetta er nefnilega alveg geðveik mynd sko en maður sjá Scarface af því ég elska hana já, hún er nefnilega alveg geðveik maður sjá var að taka síman af Airplane móti eitthvað maður sjá Þannig að þú ert að googla hana já, ég bara er í EMDB appinu bara Þetta sjá hvernig hann fengið Razzie já, awards maður sjá Já, vann hún? nei, Razzie Award nominee Worst Director Brian De Palma Ég er í sjokki ég veit það, þetta er alveg sko Ég meina, hvernig finnst þér Scarface? mér finnst það nefnilega góð sko Bara góð, mér finnst þú masterpiece já, mér finnst hún nefnilega alveg mér finnst hún mjög góð sko Já, ok Já. Hún er ekki skilja Razzie nei maður, Brian De Palma átti þetta ekki alveg beint skilið, spáði að vera bara eitthvað, gera þessa mynd og sér bara fæði bara Razzie nomination bara henni fyrir vikið bara eitthvað Og þessi myndi talin bara með betri glæpmyndi sem hafa verið gerðar já, það bara einhvern veginn var bara einhvern veginn var tíðarandinn in the 80s bara ekki beint sammála og En svo gaman, eins og ég segi, svo hitti ég þig og þú ert að þylja upp þessu myndir þetta er líka ástæða fyrir mér gaman að fólk sendi mér ekki topp í listan, ég fæ bara uppgöta með í þessu þætti bara með gestunum og þinn smekkur, ef ég þetta lýsa honum hann er með svona, þú ert fyrir eitthvað svona steikt já, þetta þú fílar eitthvað skrítið ég fíla þetta skrítna sko og líka Hitchhiker's Guide to the Galaxy þetta er alveg bara allir sem eru ekki búin að sjá þessa mynd sjáu þessa mynd og hann er í henni, er það ekki rétt mjög með Martin Freeman? Jú, Martin Freeman leikur aðalhlutverkið og Zooey Deschanel líka alveg rétt og svo er líka okkar maður Sam Rockwell alveg rétt já, og Alan Rickman leikur vélmenni já, veistu líka, spáðu Alan Rickman og Sam Rockwell leika líka í Galaxy Quest alveg rétt og einmitt sko, tvær sci-fi myndir sem hafa Galaxy í titlinum þetta og eru báðar grín já, eru báðar svona grín og eru báðar með Alan Rickman og Sam Rockwell og eru báðar þínu lista já en hvað erstu með því ég er forröðin þú sagðist með eitthvað svona honorable mentions ég er með honorable mentions sko komdu með eitthvað svona í lokin komdu með eitthvað sko, það er Fight Club hún er alveg geðveik sko hvað er betri, Fight Club eða Seven þú þarf bara það er bara bissa við hausuna núna þú verður að velja Fight Club á hverju er hún betur en Seven? Ég veit ekki, það er eitthvað hún er steiktari hún er svolítið steiktari sko og hún er alveg hún er alveg rosalega klikkuð sko og hún er líka því að með Seven masterpiece já, hún er masterpiece en það er alveg til myndir sem eru líkar henni en hvaða myndir lík Fight Club? Nákvæmlega, eins og til dæmis það er sko en að ég vil meina Saw sé bara Seven rip-off eða svona þannig sé sko já, ég hef aldrei einhvern veginn tengt þær saman já, ég man þegar ég sá Saw ég bara, þetta minnir mig gett á Seven og það var líka liðberga Saw, þetta er svona eins og eitthvað svona Seven myndi ykkur og síðan bara þegar ég fór að pæla í þá bara meikaði alveg bara, ég bara, what the fuck, þetta meikar alveg sens hvað er þetta betur, Seven eða Saw? Seven
Ég var bara að testa það. Svo svona, það er einn þáttur á YouTube sem ég er mjög gaman af, Honest Trailers. Já, ég sé eitthvað. Já, þú veist, af hverjum einasta þriði degi að checka á nýja Honest Trailer og það var svona í Honest Trailer og Saw og svona eitthvað, svona í endan eitthvað, Saw one, saw them all. Það er náttúrulega allar eins. Já, það er allar eins, það er bara svona eitthvað viðbjóður and that's kind of all there is to it. En ég var að veikina það samtalið og ég hef veikina það í podcastunum aður. Ég er gaman að þér. Já, þetta er alveg svona, þetta er viðbjóður, en þetta er alveg A-klassa viðbjóður. Þetta er líka svona guilty pleasure hérna. Ég veit það. Ok, Fight Club, honorable mentions, hvað er það með meira? They Live. Já, Carpenter-myndin. Já. Ég sá hann aldrei. What? Já, ég þarf að sjá hann. Það er mér sér komið það er bara núna, ein vinsarasta fatalína sem er í gangi núna, er bara út frá atriði úr þessari mynd. Þannig að Obey, þegar þú sér eitthvað fólki í fötin sem stendur Obey á, þú veist, það er bara tekið bara beint úr þessari mynd. Ég skammast sem pínur ekki af síðana því að ég er mikill Carpenter-maður. Já, þetta er nefnilega alveg. Hún er góð. Já, hún er mjög góð. They Live. Var þetta ekki gæja sem eitthvað gleru, þá sér hann eitthvað... Finnur svona sólgleru og hann lætur á sig, þá sér hann heiminn eins og hann er í raun og veru. Og sér svona fólk sér sumt fólk sem sér að sumt fólk er ekki manneskjur, heldur eitthvað svona... Voru þetta geimverur? Já, eitthvað þannig, eitthvað svona geimverur og sér líka sumar auglýsinga billboards, þar stendur sumt bara Obey. Já, bara hlýða. Já. Ok, They Live. Herru, og svo er líka einn sem að eiginlega enginn hefur séð, sem hefur verið algjör synd. Hún heitir The Voices. The Voices? Ég hef ekki með Ryan Reynolds. Hvað myndi þetta? Þetta er mynd en að Ryan Reynolds leikur mann sem á við geðrænan vandamál að stríða, en er samt alveg bara svona viðkunnulegu gaur bara eitthvað en hann á hund og kött og hann í hundurinn og hann sér hundin sinn tala og köttin sinn líka. Er coverið svona hvítt og hann er eitthvað svona bleikum galla? Já. Já, ok, þá hef ég sér coverið. Já, ok, The Voices. Já, hann er alltaf að tala við hundir og kötti sinn og eitthvað, og er samt alveg í vinnu bara svona, er ekki góður í vinnu og svona, og er bara og er svona alveg, þannig sé svona fólki sem vinnur með hann er bara, hei, hann er bara top náungi og síðan er hann eitthvað, síðan er skotin í einni stelpu og kötturinn sé bara, þú verður bara að drepa hana eða eitthvað, og síðan gerist það að drepa hana óvart og það er svona Þetta er svört grími. Þetta er mjög svört komedía, sko. Það er bara, það er svona... Ekta mynd fyrir þig. Já, þetta er alveg, þetta er svona mjög, þessi mynd fyrir alveg, sko... Er hún ok, nú, að því ég er búin að segja ég er svona, fyrir alveg sumar svona myndir. Já. En er hún extreme heldur fyrir mig? Nei, hún er ekki beint extreme, sko, en maður líka svona finnur gett til með þessum en það gæjar, maður bara eitthvað, bara nei, af hverju þurftur að gera þetta, af hverju þurftur að maður svona finnur til með gæðan alveg rosalega mikið en samt er maður svona hálfflissandi. En köttinu, þegar hann talaði við hann hreyfast varðar? Já, hreyfast og hreyfast varðar? Já, en samt ekki alveg svona samt ekki alveg eitthvað svona CGI bara eitthvað og Ryan Reynolds tala líka sjálfur fyrir köttin og hundin, sko. Shit, honum er ekki þótt það leðilegt. Nei. Hann hefur elskað það. Já. The Voices, ég er að tjekka hann í. Þetta er alveg yndislega mynd, sko. En síðan er sem er eina sem hún er ekki á ensku. Ok. Já, hún er á portugalsku. Portugal? City of God. Já, brasilíska myndin. Já, hún er helviti góð. Hún er alveg svakaleg maður. Já, hún vakti líka mikla athygli sín tíma. Já, nefnilega. Og svona er líka hluta til svona, hún er byggð á sannri sögu. Ég þekki það ekki alveg, það kemur ekki óvart. Þetta hverfið til í alvörinni, sko. Og í dag, sko, þetta er alveg svona, þetta er bara búið að vera bara í svaka crime-ridden hverfi sem er bara svona rétt fyrir utan höfuborgina. Og svona, ég held að það verið svona 2010 eða eitthvað, þá var bara ákveðið bara yfirvöldið eitthvað, bara græja bara henni, það er bara sér gjaldmiðill í þessu hverfi, þannig að liðið bara sem er í þessu hverfi er bara þarna, það er bara með þennan gjaldmiðill og sem virkar ekki annar staðar í Brasilíu. Ég vissi það ekki. Já, þetta er alveg,
spáði að væri bara eitthvað, hérna, herru, nú er bara Breiðholtskróna tekin upp í Breiðholti og að halda þessum Breiðholtingu bara í Breiðholtinu. En þetta rosalega áhugavert. Ég man ekki hvort það var eitthvað þetta ákveðinu hverfi, en eins og sérsveitur og svona eins og löggan að það. Já. Þetta bara hálfpartinn stríð við eitthvað svona glæpa gengi að Já, nefnilega. Þetta svakalegt. Já, Þeir eru ekkert að djóka þarna. Þeir eru ekkert að fokast, sko. Ok, City of God. Já, en svo er líka rock'n'rolla. Já, fannst þér hún góð? Mér fannst hún alveg geðveik, sko. Finnst þér hún betri að þetta er Guy Ritchie mynd? Já, hún er ekki, með sko, Snatch er líka alveg geðveik mynd, sko. Og Lock, Stock and Two Smoking Barrels er geðveik mynd. Ok, hvað er betri? Lock, Stock eða Snatch? Snatch. Ja, þau er Snatch betri? Já. Þú ert samanlega Kíló sagði það líka. Já, en svona Lock, Stock er alveg svona, þú veist, Lock, Stock náttúrulega, að hún kom á undan svona, hún svona setti svona þetta Guy Ritchie krima vibe, sko. Já. En auðvitað finnst þér Snatch betra því að hún er aðeins meira ekstrím. Já, og svo líka, en svo er rock'n'rolla, sko, hún alveg svona, hún fer alveg líka alveg svona í öfgarna, sko, og veist, ég er mjög gaman að þeirri mynd, sko, það er alveg bara... Ég man í svona í bíó, ég var fyrir ykkur vombrum, en ég þarf alveg að sjá hann aftur að gefa hann annars eins. Nefnilega, en svo líka, sko, í endan var alveg bara tísað framhald, sem að kom aldrei. Hún var ekkert vinsæl. Nei, það kom bara alveg í endan bara eitthvað, nefnt svona alkarakterina, we'll all be back in the real rock'n'rolla. Já, það kom svona texti. Það kom bara, stóð bara í endan bara, það kemur framhald, sem kom síðan bara aldrei. Og kemur líklast aldrei. Nei. Og ef það kemur, þá kemur það svona... Þetta verður Sin City 2. Já, það verður, og það, einmitt líka, sko, geðveitt leikara var líka í rock'n'rolla, sko. Tom Hardy er inni. Tom Hardy leikur skápahóma í henni, sko. Það er alveg, það. Já, og Er ekki Idris Elba? Idris Elba er líka í henni, sko, og Gerard Butler. Butler var aðalgörn. Já, og svo er, býtum við, svo er í Toby Kebbell, frábærleikari. Já, hann leikur svona, eiginlega svona titilkarakterinn, The Rock'n'Rolla. Einmitt. Og það er alveg hellingur af fleiri máli, já, náttúrulega líka Mark Strong, sem hann er alveg meistari, sko. En hvernig varst þér Revolver? Hún er svolítið steikt. Herru, ég á ennþá eftir að horfa á hana. Ég held að það sem myndur þig, hún steikt. En ég fíla hana. Nice. Ok, hvað ertu með meira? Herðu, svo er ég líka með Tucker and Dale vs. Evil. Það er alltaf ekta myndur þig. Ég er aðeins svona að þekkja, að læra hann að smekki. Hún er skemmtileg. Hún er alveg snar, sko. Það er svona surf komedja einhverja gæja sem að þeir eru ekkert vondir. Nei, þetta er bara svona mjög bara geðveitt viðkunnulegi gaurar bara ekki alveg en þeir lendi þannig aðstæðum að það er eins og séu einhverju morðingjar. Já, lendi þeim aðstæðum að þeir svona miskiljast sem einhverju morðingjar. Já. Lið svona úling, svona ungt fólk sem eru svona að stolkað bara eitthvað, herri, þetta eru morðingjar, ég er að segja það, og þau látast af slysförum sem að kemur út eins og þeir sé að drepa. Já. Hún var fyndin. Já, hún er alveg ógeðslega fyndin, sko. Ok, einhverja lokamynd? Það eru tvær lokamyndir, sko. Ein er ein sem ég hafði alltaf mjög gaman af, sko. Það er Identity. Já, með John Cusack og... það er svona eitthvað, það er eitthvað... Svona plottmynd, twistmynd. Það er alveg twist í henni, sko, og það er svona, það er twist í henni. Og Ray Liotta var henni líka. Já, Ray Liotta og Jake Busey. Sonur Gary Busey. Já. Ég fíla. Hvernig fílar hann? Jake? Já. Ég hafði mjög gaman, eins og með Tomcat, sko, ég hafði mjög gaman að henni þegar ég var úlingur, sko. Sá hann reyndar. Já, og býttu, hvað? Ég sá hann fyrst í Frighteners. Já, Frighteners, já, hún er geðveik, maður. Það er Peter Jackson mynd. Það er Peter Jackson. Já, hún er alveg, Frighteners er alveg klikkuð, sko. Já, og með Michael J. Fox. Já. Hver fílar ekki Michael J. Fox? Nákvæmlega, þetta var mér sér, sko, Michael J. Fox þegar hann var svona að vera að byrja, svona, Parkinsonið var svona, kikka inn, sko, og það er svona, hann svona, og einhvern veginn, nær það einhvern veginn að svona, gera karakterinn hans það, því hann er svona rosalega mikið á hreyfingu og alveg bara, þú veist, er rosalega eitthvað á ferð og flugi í þessari mynd, sko. Frábær mynd. Svo er líka Jake Busey náttúrulega í
í Starship Troopers. Já, Starship Troopers, maður, það alveg classic shit, sko. Þá verð ég að spyrja það þegar við tala Starship Troopers aðeins. Já. Ég er alltaf með svona leiki á Instagram, eitthvað svona besta grimmynd, besta sci-fi. Sko. Og ég var með, að ég var að spyrja bestu sci-fi myndina, og ég setti svona inn sem, þetta var svona meira joke. Starship Troopers á móti episode 1, Phantom Menace. Starship Troopers. Já, ég setti Phantom Menace meira sem grín, af því að það ekkit svakalega góð mynd. Já, síst nákvæmlega. En Starship Troopers sem geggju, en veistu það, þær voru lengi vel 50-50. Já, hérna. Já, þú nextlar. Já, sko, þú veist, síðan líka, sko, ef maður horfir á Phantom Menace sem grínmynd, þá náttúrulega sem grínmynd. Já, það til dæmis ein mynd, sko, það ein mynd sem að var ekki intended to be a comedy, en ef maður horfir á hana sem grínmynd, hún alveg ógeðslega fyndin. Hvað myndi það? The Happening. Já, með Mark Wahlberg. Hún er svo léleg. Hún alveg ræðileg, sko. Ég meina, ef þú horfir á þessi grínmynd. Já, ef þú horfir á þessi grínmynd, ef þú ert bara eitthvað að segja sem að myndi bara, hei, ég verið að rosalega finna grínmynd þetta sem við skulum að horfa á. Það er eitthvað alveg, það sem tréin drepa fólk. Já, ef þú myndir presentera þetta sem grínmynd, þá ertu alveg in for a good time, sko. Ég þekks ekki horfa aftur á hana og þessi grínmynd. Hvað er við síðasta myndina? Klárum þetta. Herru, The People vs. Larry Flint. Já, hún er góð. Já, hún er mjög góð, sko. Þetta er alveg svona vanmetin mynd. Þinn maður eini, Woody. Já, Woody Harrelson. Og líka, sko, Norton. Já, Nortonin, maður. Já. Nortonin, hann er mjög góð þarna. Já, já. Geðveik. Og þetta er alveg, maður bara, einmitt, sko, þessi maður er alveg bara þessi klámkalli hann sko, það sem hann barðist fyrir í málfrelsi og allt svolítið, maður bara, what the hell, bara þetta er áhugur mynd, áhugur saga og maður er að hafa reynt að assassinata þennan mann, sko. Já, svo síðan sá hann, kom það fram í myndinni? Það kom fram í myndinni, sko, það var bara the assassination attempt og maður bara, what the hell. Já, ég þarf að mynda nokkra mynd sem komst með sem ég þarf að rifja upp. Já. Langar að sjá aftur. Nefnilega, sko. Nacho Paul Killes, Larry Flint. Þetta voru hrigilega flotta myndir svo sem það. Já, takk fyrir það. Og sem þetta er gaman að sjá að því að þú ert með fjölbreytta smekk, en svolítið svona megin þema í þínu smekk er þú fílar steikt. Já, ég elska steikina, sko. Þú vilt fara út úr í kassan. Já, svo sannarlega. Bara eitthvað lokaorð, Jói. Eitthvað lokaorð. Fólk að fylgja þér á Instagram. Já, fylgja mér á Instagram og hlustið á plötuna sig gátina Rapparat heitir hún. Eftir Ruddagatt. Já, Ruddagattur, Rapparat og fylgið öllu fylgið þessum reikningu sem ég er með á Instagram og það er Jói Dagur og Ruddagattur. Og kíkja á. Svo er líka með Instagram síðu fyrir kötti minn, en það Akkur gefur það mér ekki óvart. Það séum við eitthvað grín. Já, en það Lucy skíademantur. Og ertu með eitthvað followers þar? Já, það er alveg eitthvað followers eitthvað bara fólk sem bara hefur ekki einu sinni bara eitthvað sem bara skoða bara eitthvað, er þetta grín síða eða er þetta alvöru eitthvað? Já, þetta er bara myndir af kettinu mínum. Ég er ekki bara að posta í nýri í dágóðan tíma núna, en það kemur að því. En þið geta alveg að skoða þetta þar. Og geta vestlað líka, peysur það, og það bara fólk að senda þér enga skilabú. Það eru hvítar núna. Peysuna? Já, ég er alltaf að breyta lit nefnilega. Já, sniðugt. Já, það er nefnilega, það voru seinast rauðar, en það eru bara alla búna núna, og nú er það hvítar. Þannig að, þú getur haldið svona gangandi þannig, alltaf breyta þess til og svona. Nákvæmlega. Það er gaman að þessu. Já. Bara takk hérlega, Jói, fyrir að hafa komið. Já, bara takk fyrir að fá mig.